Já, verðu velkomin í vinnuskúrin á þessum, ég veit ekki hvernig veðrið hjá ykkur, en ég hérna austur í sveitum og hér bjart og stillt og fallegt vetrarveður. Hérna á eftir, svona þegar klukkar að verða korter í 11, þá koma hingað Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélagsins á Akranesi og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Hörður Guðbrandsson sem formaður Verkalýðsfélagsins í Grindavík og að ræða fréttir vikuna við mig og Fjölni Sæmundsson sem formaður Landssambands lögreglumanna sem hingað komin í vinnuskúrin. Þetta verður að byrja aðeins á að spjalla við Fjölni sem svona tiltölulega nýkjörinn formaður í sínu félagi og hann sjálfan, félagið, svona þau tæki sem opinberir starfsmenn hafa til þess að knýja á kaup og kjör og kannski sérstaklega svona málefni lögreglumanna. Velkomin í vinnuskúrin, Fjölnir. Já, takk. Ég langar svona bara að byrja á því að spyrja hver Fjölnir Sæmundsson, ef þú getur sagt okkur sem að vitum ekki. Já, ég þarna, hvað getum við sagt, 52, ég 52 ára, ég lögreglumaður og búsettur bæði í Hafnarfirði og svo austur í Fljótshlíð. Ég starfandi lögreglumaður líka, starfa sem varðstjóri, lögreglan á Suðurlandi og svo ég 3 barnafaðir og 3 barnabörn, giftur. Og ég fer frekar seint í lögregluna, svona með við marga. Ég byrja ekki í lögreglunni fyrir ég 30 og var áður kennari og bæði kennari í grunnskóla og menntaskóla og leiði svona inn í starfið vegna þess að ég var í skólastjóri í litlum sveitaskóla þar sem skólinn var bara 8,5 mánuður, þannig að ég ákvað að fara að gera eitthvað á sumrin líka og byrjaði í lögreglunni og svo leiddist þetta svona í þetta að ég endaði bara í lögreglunni. Já, á hverju valdur það frekar að vera lögga en kennari? Já, ég hef stundum sagt það í svona smá gríni, ég var svo þreyttur á foreldrunum. En ég bara, það var bara spennandi. Þetta leiti, það var nú þannig að þetta var lítill sveitaskóli, það var verið að leggja niður, og þá ákvað ég bara að drífa mig í lögregluskóla, að klára hann. Þá var hann reynda bara 1 ár og svo eftir ég útskrifaðist þá var ég í lögreglunni í Hafnarfirði og svo var ég bara aðal í rannsóknum og var í rauninni frá 2007 til bara 2020 þá var ég að rannsaka efnahagsbrot, fjármuna efnahagsbrot og var bara í því Má ég spyrja á hvaða tímabili, ég misti það að því, á hvaða tímabili? Já, ég fór 2007, þá fór ég til ríkislögreglustjóra í svokallaða efnahagsbrotadeild og svo bara skall á okkur efnahagshrun og þá fór ég í það og fór að rannsaka bara hjá héraðssaksóknara. Þannig að þú hefur fengið svona ákveðna innsýn inn í íslenskt samfélag. Breytti það þínum hugmyndum þessar rannsóknir það svona hvernig íslenskt samfélag virkar? Ég allan fékk innsýn í ýmis hugtök og ég veit ekki hvort það breytti hvernig það virka. Jú, ég örugglega bara eins og hjá öllum hinum, Ég held ég hafa nú verið jafn hissa þegar þetta gerðist fyrst en ég fékk innsýn í þetta allt saman og kannski bítóltið að því þegar eins og í dag þegar við varum að tala margt það sama og var verið að tala fyrir hrunið. Já. Finnst þér þá að íslenska þjóðin hafi kannski ekki lært mikið að við séum kannski að detta inn í sama hugafar og leiddi til hrunsins á sínum tíma? Já, mér finnst það nú þegar það verið að tala að eitthvað sé ómissandi og það þurfa að gefa honum bónus og eitthvað til að halda honum í starfi. Þá lagðist nú að manni sá grunnur eða það núna það voru að fara í gegnum eitthvað fyrirtæki sem selt og ég held að
hvort það selta 800 milljónir og 600 voru sko viðskiptavild. Þá getum við ekki annað en hugsað að við erum nú eiginlega komin á sama staðu við vorum. Það allt í viðskiptavild og einhverjum framtíðartekjum sem verða að selja núna sko. Og heldur að ef við erum komin á sama stað og áður að það leiði til þess sama að svona, ég ekki að byrja að beinta spáði en ég bara grunar því svona í sálinni að við séum að fara að keyra á vegginn að framöndan sé einhvers konar hrun. Nei, sko, ég neita nú að trúa því að sé þannig vegna þess að mér finnst nú nógu margir allavega að koma auga á þetta núna og reyna að stoppa þetta sko, eða benda á við höfum nú verið, þannig stutt síðan vorum hér síðast sko. Þannig ég neita nú að trúa því en ég veit alveg að þetta svona tilraunir til þess að farið þú átt sko. En þú varst að kenna í litlum í sveitaskóla og svo ferðu í bæinn aftur og ferðu að vinna þarna eiginlega bara í hringiðunni í að rannsaka efnahagsbrot. Síðan ferðu aftur í sveitina, af hverju það? Sko, það var nú eiginlega þannig ég þurfti bara að breyta til. Ég hafði 2019 fengið frí til að fara út á land og vinna svona eitt sumar og svo bara ég langaði bara að breyta til sko. Aðeins að gera eitthvað nýtt. Ég fluttur inn aftur þar sem ég var að kenna sko og búin að eiga svona samastað í Fljótslíð í öll þessi ár. Þannig ég fluttur inn bara aftur í Fljótslíð og Hvolsvöll og var þar. Hvað er það stórt svæði sem að tilheyrir þér? Það er Hvolsvöllur en ekki Hella? Jú, þetta er frá Þjórsá og inn í Sólheimasand og svo bara Þórsmörk og Landmannalaugar og bara upp á hálendið. Þórsmörk að Söndunum og svo bara upp eftir öllu? Bara upp eftir öllu, já. Sko lögreglan Suðurlandi mæti Norðurlandi vestra einhvers staðar, mæti bara Blönduós lögreglunni. Má ég spyrja mig? Má ég spyrja mig eitt svona því að þú hefur reynslu af því svona status í samfélaginu, er munur á því að vera skólastjórinn eða löggan? Hvernig fólk svona helsaður á götu og hvernig þú ert í samfélaginu? Ég veit þannig að það þekkja mann sennilega sko allir núna. Ég veit ekki sko að ég var nú í sveitaskóla, þekktu mér kannski ekki allir áður, en það svolítið erfitt, þú veist, ég þarna kringu 2000 sko, og svo 2020, bara allt annað samfélag sko. En það samt ennþá þannig sko að maður svona, og það kannski það sem maður sækir í þegar maður fer út á land. Það þetta sko að svona næstu því að þekkja alla sko. Já. Og þið finnst það gott? Já, mér finnst það gott og ég sem lögga ofta að stoppa einhvers staðar og bjóða mér kaffi að setjast niður og spjalla við fólk sko. Og það kannski það sem ég var að sækja í líka. Það var bara þetta að tala við fólk sko, að vera svona í meira hjálparstarfi sko. Ég stundum að ég verið að halda fyrirlestra sko, kannski fyrir ungar löggur, þá ég alltaf að segja sko, lögreglan sé sko fyrst og fremst hjálparstarf. Það það sem lögreglan að gera 90% af tímanum svona sko, þessi götulögga, hún er bara í hjálpastörfum. Hún er að hjálpa fólki sem á í erfiðleikum sko. Og það líka við hérna í bænum, þessi hjálparstarf, lögga sér að halda gangandi drykkjukúltúr miðbæjarins með því að aðstoða við að fjarlægja þá sem eru ekki til friðs? Já, hún er að því, ég meina, ég hugsa að fólk gerir sér heldur ekki grein fyrir því hvað lögreglan sko, er ofta að fara með fólk bara á sjúkrahús, reyna að koma fólki inn á geðdeild eða löggan er hringjandi í, hvort þú getur ekki komið einhverjum meðferð og ýmislegt sko. Og þú veist, sko, þú heyrir reglulega, þú heyrir sko talsvöld lögreglunnar, þá er hann að fara og bara hjálpa einhverjum að standa upp sem og gamall og þarf að vera heima hjá sér þannig að sko verkefni lögreglunnar eru ótrúlega fjölbreytt og ekkert endilega alltaf að eldast við þarna eitthvað sem búin að dópa yfir sig eða selja fíkniefni eða eitthvað sko. En Fjölnir, þú ert ekki í VG? Ég er í VG, jú. Þannig þú ert vinstri sinni lögga, svona stereotypan, þá sér maður fyrir sér lögguna svona á mörkum Sjálfstæðisflokks og Miðflokks einhvers staðar þar. Hvað ert þú
skerðu þið úr eða skerðu þið úr fyrir stjórnmálaskoðanir þegar þú sest kaffitíman í lögustöðinni á Hverfisgötu? Nei, sko, það er kannski öðru sem menn eru farin að venjast þessu. Einhvern tímann var ég nú að bera út hérna, skal ég segja, í Hafnarfirði, ég var eitthvað að bera út hérna á móti stækkun álversins og þá sagði einhver við mig, það er nú ekki einu sinni hægt að gera grín að þér, sko, menn sem leggja á sér og bera út áráður, sko, það er bara. En ég held þetta hafi nú breyst, en það er alveg rétt hjá þér að þetta er dálítið ímyndin á lögreglunni, sko, bara næstu því fasísk, sko, þannig að hann alltaf verið, sko, kannski eins og víðar, mikið af framsóknarmönnum í lögreglunni, sko. Það er sterk ítök þar, sko. Það var nú hérna í bænum í Reykjavík, þá var það í gamla daga, þá var mikið af fólki úr Fíladelfíu í löggunni. Já, það er reyndar ennþá. Það er reyndar ennþá, sko. Það er ótrúlega mikið. Getur þú útskýrt það? Akkur er það? Nei, ég get það ekki, sko. Akkur það er, sko. Það er kannski bara eitthvað hefð. Það er kannski bara, ég kannski bara leita þarna þegar þeir eru að horfa á erfiðleika lífsins eða eitthvað. Ég get svo sem ekki útskýrt okkur fólk leitar í svona trú, sko. En svo er það oft þannig að einn eltir annan, mikið að var þannig til þess í Bretlandi að mikið að vindösku veitingastofunum, þetta var fólk sem var úr örlitlu svæði í Pakistan sem að var alls þar sem að þeir eru búið blóm, að það eru alltaf tamílar sem eru að gera það, það er vegna þess að bara fólk kemur sér fyrir og kannski var bara einn í Fíladelfíu sem fór í lögguna og svo eltu hinnir. Já, það getur sko verið. Það er nú hérna, einhver er líka sko í löggunni sem er nú aldrei bara upp í Betel held ég í Vestmannaeyjum. Og það er einmitt, þú segir þetta aldrei merkilegt sko, það er ótrúlega margir hérna frá Kolsvelli, aldrei upp á Kolsvelli löggunni, miðað við stærð sko. Þannig að þetta er örugglega svona, einhver fer og þá dettur öðrum í hug sko. En má ég að spyrja aðeins starf lögreglunnar og þú veist, það er, þó að þú lýsir þessu að þú sért að hjálpa fólki og þá hefur maður svona hugmynd að fólk sé alltaf þakklátt. En þeir eru líka að koma inn í aðstæðu þar sem að þið mætið svona, fólk vill ekki fá ykkur í heimsókn og svo eru þau líka að koma í aðstæðu sem að eru erfiðar, þar sem að þau eru að horfa á hluti sem að við almennir borgarar eru bara varðir fyrir. Hvaða áhrif hefur þetta? Er þetta þannig að annarkvort dettur út í það að þú harðnar bara og verður svona Clint Eastwood og lögga eða það að þú verður einhvern veginn mildari mannvinnur? Hvernig getur þið metið það svona af þér og félögunum? Hvaða áhrif þetta hefur á fólk að vera í þessu starfi? Já, ég hugsa það allavega síðasta ár, þá séðan fara á meiri áhrif og sett mildari mannvinnur og það er kannski að því að það er líka búið að taka því að þú veist, tala máli, verið með þess að viðrun og eitthvað. Þannig að það er búið að vera að þjálfa, sko, sérstaklega yngri lögreglumenn upp í því að dóldi bara tala hvernig þeim líður. En, sko, maður sér það samt að þarna, þetta er tölur það að, sko, cirka annað hvert ár þá tekur lögreglumenn líf sitt. Og það, sko, sýnir bara hvaða áhrif þetta starf hefur á fólk. Það er bara einhvern veginn ekki allir sem höndla álagi sko, þannig að það er sko búið að leggja mikla ástæða undanfarin ár og ég og Sigríður Björk lögreglustjóri vorum við mitt að skrifa undir svona samstarfsvettvang að auka þetta að þarna lögreglumenn getur svona aðeins pústað út, þannig ég held þetta svona hafið sér freka farið það áhrif að þarna menn sé orðin mýkri. En ég svo sem sko, sagði þetta áðan með þetta lögreglans hjálparstarfa því að við erum auðvitað alltaf að fá inn í lögregluna svona fyrst fólk sem heldur að þetta sé eindómur hasar og þú eru svaka harður með reifran sólglerugu sko. Og það þarf dálítið að hjálpa og oft ungu fólki út úr því að þetta er hjálparstarf og bið og það er ekki alltaf eitthvað aksjón í gangi og svo sem þegar þú sko ert komin í lögregluna eftir smá tíma það áttur á því að það er engir glæpamenn sko, hvort það er í fíkniefnum eða fjármunabrotum eða eitthvað, þetta er svona
bara fólk sem er að gera mistök. Þetta snýst nú eiginlega það, að hjálpa fólki sem er að gera mistök. En það þannig í raun, ekki hitti lögreglan ekki stundum eitthvað fólk sem verður bara að segjast að eru illmenni? Jú, sko örugglega, en ég meina ég hef nú svo sem verið að kannski fást við eitthvað sem eiga að vera illmenni, svo kemst maður auðvitað að því að kannski þegar amfetamínin er búið, hann væri búin að þurrka sig upp, þá er þetta ekkert illmenni. Það er bara, skilur þetta er bara venjulegt fólk sem lendi í einhverjum glappstigum, en það er til fólk sem maður hugsa bara að fangelsisrefsing allan myndi ekki gera neitt fyrir, sko, eða þú veist, ekki breyta neinu. Man finnst það stundum svona í samtímanum að það sé svona vaxandi trú að við séum einhvern veginn, að þessi sé svona og það kemur kannski svolítið fram í svona cancel culture, sko, að þú gerir eitthvað mistök og þá ertu bara, þú ert þannig og þá er þið ítt út úr samfélaginu. Frekar heldur var kannski, mér finnst það að hafa verið svona meira þegar maður var yngri, að það var talað einmitt þetta, sko, að við varum ákvæmi í svona félagslega aðstæðna og fanginn væri grimmur vegna þess að hann væri í aðstöðum þar sem hann þyrfti að vera það og ef við myndum færa hann til að þá myndi hann batna og sama með fátækamannin, hann er fátækur vegna aðstæðna sinna og kannski margt í hans hegðun sem að ber merki að því, en ef við breytum aðstæðum hans þá mun hann breytast. Man finnst það svolítið svona að það sé komin svona meiri svona harka í dómana í svona almennri umræðu. Hefur þú sans fyrir þessu? Já, sko, ég get svo sem alveg kannski sagt þetta, það er svona kannski óbæðslega stimplun í gangi og kannski er það líka þannig, sko, að fólk þarna getur nú sagt skoðana síni víðar en áður, sko, það getur svona, ef það er á móti einhverjum þá getur á það auðvelt með að útvarpa því, sko. Þannig það er, sko, það nú örugglega umburðarlyndi hafi minnkað þegar svona, hvað getum við sagt, samfélagi verður stærra eða víðtækara, sko. Ég, svo sem Clinton að segja það, ég er auðvitað, sko, þetta er háskólamenntaður, einmitt í félagsfræði, það er mér hug með þessa stimplun, sko, að hún er kannski orðin dálítið og kannski dálítið erfitt að stíga út úr því eða upp úr því og það er kannski kannski getum við svarað þessari spurningu betur á næsta eða þar næsta ára því nú er verið að stimpla marga og setja út fyrir einhverju mistök, sko, þannig að við þurfum eiginlega að sjá hvort að fólk á afturkvæmt. Og kannski erum við líka að reyna það, sko, núna allir þeir sem þóttu ómögulegir í hruninu, sko, þannig að fá þeir að koma aftur núna inn í viðskiptalífið eða hvernig verður það? Já, þetta á ekki bara við kynferðisbrotin, þetta á við hrunmálin eins og út að segja, þetta á líka við bara eiginlega, ég getur ekki bara dæmi að eflingu þessum umræðinu eiginlega snýst það, þú veist hvað svona manneskjur himnur þessu eru og svona almenn umræðu verkalýðsmál og svona kjaramál lægstlaunað fólksins sem ætti að vera eitt af stærstu málum samtíðar, kemst varla á dagskrá í tengslum við stjórnarkjör og við getum farið í SA og þetta er bara út allt samfélag, það sem er alltaf verið að svona meta það, þú veist, hvort að þessi sé nógu góður eins og við séum það, sko, við bresku manneskjurnar, við náttúrulega erum aldrei góðar, sko, við erum alltaf breskar. Þetta er nú reynda mjög skemmtilegt, sko, maður hugsaði það sambandið að þú nefndir SA, sko, að ég reikna með að stjórn SA sé fulla fólki sem hefur viðurkennt að séu breskar manneskur og hafi gert mistök, sko, og það er nú kannski dálítið viðurkennt þar innan aðsamtakana, þar situr fólk og segist hafa gert mistök og vilja breyta lífi sínu, sko, og svo allt í henni kemur í umræðinu núna, en þetta fólk ómögulegt, það hefur svo margt á samviskunni. Þannig að þetta er dálítið sérstakt þar, sko. En ég er alveg sammála þegar þetta er dálítið, sko, þetta er dálítið eins og það allir að vera Bandaríkjaforseti, sko. Þú mátt ekki hafa gert neitt af þér áður, sko. Ég hins vegar, sko, segi það og þú þekkir það líka eftir sem að vera eldri og þá
kannski hefur maður gert nógu mörg mistök til að bara frekar styrkja mann sko og kannski á margan hátt verða þá meira sama hvað fólki finnst hann af því mann hefur orðið á sko og veit bara að lífið heldur áfram og maður getur ekki verið allra sko. Nei. Héðinn Unstinsson var hérna í þætti sem ég með hérna á Samstöðum líka sem heitir Rauðaborðið einhvern tímann daginn og hann sagði að svona upp úr 40 fyrir egoið að deyja, það hjálpar manni svolítið. Já, það gerir, ef þú sér það þarna, það var náttúrulega talað um það hvað eru lögreglumenn búin að velja sér eitthvað kommersa sem form og hvernig getur það gert sko. En þú veist, ég ekkert að pæli því hvað stjórnmálaskoðun ég hef þegar ég býð mig fram sko og kannski engin sko en það kannski að því þetta bara 850 búin félag sko og þetta núna kannski þá meira persónulegt hjá okkur í stéttafélaginu mörgum, ég veit ekki bara þekki mig marga, þú veist lögreglumenn umgengist það, þannig að maður fær kannski þá meira að njóta sín bara sem persóna en með eitthvað stimpil sko og það hefur reyndar oft trublað með að ég hef verið í VG sko, stundum sagt við fólk sko að það ekki mitt hlutverk að verja allt sem VG gerir eða einhverjir ráðherrar, ég get ekki bara ábyrgð á þeim, þeir eru bara ábyrgð á sjálfum sér sko, maður sammála einhverjum kannski grunn þarna hugmyndafræði eða stóðum sko en þú veist, ég ætla ekki að fara að verja ríkisstjórnina í öllu sem hún gerir en það ekkert sammála öllu sem hún gerir. Mikið verið að skamma þig fyrir verk hérna Katrínar og félaga? Já, það er þarna svo sem oft verið að því og ég geti sagt, ég nú kannski svo mikið liðsmaður og ég bara þessum kjaft og klóm á móti þessu ríkisstjórnarsamstarfi hérna í fyrra skiptið og svo bara sætti ég mig við að hafa lent í minni hluta sko. En þú veist, maður breytir ekkert skoðun, þú veist, maður breytir ekkert skoðun og því að maður myndi sjá öðru sér ríkisstjórnarsamstarf en sætti svo kannski svo bara við það sem gerist og reynir að vinna út frá því sko. En þetta er svolítið erfitt fyrir svona venjulegt VG fólk, þetta ríkisstjórnarsamstarf. Þú lendir í svona fermingavislum þar sem einhver er að pota í þig svona. Það er miklu betra að vera framsóknarmaður í fermingavislum í dag heldur en VG-maður. Framsóknarmenn eru bara breið út völlinn og eru bara glaðir og ánægðir á meðan að þú bara gengur og vonar að enginn fara að tala um pólitík. Ég var náttúrulega sem sko VG-maður, ég var nú mest í sveitisúlna alveg í Hafnarfirði en svo var ég þetta varaþingmaður síðasta kjörtímabili sko. En það er alveg rétt hjá þér sko, maður er alltaf í aðeins í vörn, maður þarf alltaf að verja þetta, á hverju og gerir stjórnmálaflokkur þetta og þá segja maður á móti, hann er meðaltali 10% og vill komast í valda, hvernig ná hann að gera það öðruvísi sko. Það er svona helstu rökin en ég hef reyndar sko, var síðasta kjörtímabil, þannig að ég get sagt að störf VG sko, og áhrifin sem þeir höfðu sko, og mjög ánægð með ráðherra VG. Þú er ekki flutt í sveitina út af þessu. Ég heiti þingmann VG snemma á síðasta kjörtímabili og þá sagði hann eitthvað svona, hann var eiginlega alveg hættur að fara eitthvað svona út í Reykjavík og svona væri bara meira og minna byrjar að vera út í sveit og vera í sumarbústað og ég segi það bara þess að þú vilt ekki hitta þetta, þú nennir ekki að lenda í skömmunum yfir þetta ríkisstjórnarsamstarf. Þú er ekki bara flúið í sveitina út af þessu. Sko það þýðir nú ekkert að flýja í sveitina sko, verðandi VG-maður því að þá þarf maður að ræða hálendis þjóðgarð alla daga sko. Og það er nú kannski það sem hafa alltaf í því sko, áherslur sko, VG eiga ekkert endilega upp á pallborðið hjá í sveitinni sko, það sem á að draga úr gróðurhúsalofttegundum og þurrka upp mýrar og vernda hálendið sko. En nú er VG kannski frekar en Samfylkingin með svona landsbyggðararm. Ætti VG einmitt ekki að geta svona náð að sætta þessi sjónarmið inn í sér kannski? Mér finnst það frekar vera tala ekki um Viðreisn og Píratar sem er eiginlega bara
101 og Reykjavíkur sjónarmið sem hefur verið að reyna að selja út á landi og maður vorkinni fólkinu. En VG með svona sterkan landsbyggðar. Jú, þeir eru með það. Við erum með sterkan landsbyggðar, myndi ég segja sérstaklega, sko. Við erum alltaf verið mjög sterkir á Norrlandi eystra, sko. En það alveg rétt hjá þér, sko, að ég held að, sko, flokksfólk í VG og kannski öðrum flokkum, það mjög ólíkt eftir því hvað það býr. Þú veist, þetta alveg næstu því stundum 2 flokkar, sko. Og ég sko VG fólk hér í Reykjavík tala nú oft bara næstu því framsóknarmennina, sko, í VG út á landi. Og maður sér það út á landi að það virðist vera svona styttra á milli þess að fara á milli, sko, framsókn og VG heldur en það væri nokkuð tímann á höfuðborgarsvæðinu. En hvort ert þú, Fjölnir, hvort ert þú? Ert þú VG framsóknarmaður út á landi eða ert þú VG höfuðborgarmaður? Ég kem nú kannski dálítið inn í VG, sko, á þessum tímum þegar verið að mótmæla Kárahnjúkavirkjun og eftir Eyjabakka Kárahnjúkavirkjun, sko. Þannig að ég kem nú dálítið inn í VG út á náttúruverndinni, sko. En sko búið út á landi þá áttar maður sig líka á því, sko, það þarf nú að búa til atvinnutækifærin, sko. Þannig að ég held að ég hef kannski öðlast meiri skilning á því, sko, að þessari landsbyggðar áherslu, sko, þú ert alltaf að reyna að búa til atvinnutækifæri, reyna að búa til atvinnu fyrir fólkið að búa á staðnum, sko. Þannig svona, já, þannig ég hef kannski fært dálítið til inn á VG. Ég myndi nú aldrei teljast einn af þessum, sko, lengst í vinstri VG, held ég. Nei. Heldur. Nei, þú ert kannski ekki hraðleið, þú ert á hægri leið í áttina Framsókn. Sko, erum við ekki öll í Framsókn með stundum, sko? Nei, Fjölnir, þú fær mér ekki til að taka undir þetta. Það ekki? Nei. Herðu, þú nefnir við höfum seglum eftir vindi oft. Við höfum oft seglum eftir vindi, svo nættu skoðum. Það er ekki gott. Allavega ekki þegar það er ekki alltaf gott. Herðu, en ég ætla ekki að deila við pólitík. Þú nefndir áðan að þú hefði verið kosin formaður í landssambandinu. Já. Og það er ekki oft sem eru kosningar innan verkalýðshreyfingarinnar, en þarna var kosið á milli þín og fyrrverandi formanns. Þú feldir sitjandi formann. Já, það er rétt. Þú talar þetta sé lítið félag, þá sé þetta kannski svona eins og presskosningar, að þetta sé snúist svona persónumanna, en var ekki samt eitthvað svona áherslumunur svona stefnu og mat og svona hugmyndir og lögreglustarfið í þessu kosningum? Gætirðu útskýrt það fyrir okkur? Nei, það er kannski ekki hugmyndir lögreglustarfi, sko. Það er nú þannig að ég man nú ekki hvað, það er 10 ár síðan fólk fór að ámólka þetta við mig, sko. Ég var sniðugt að ég myndi bjóða mig fram. En svo gerist það bara í þessu félagi eins og mörgum að eitthvað er búin að vera mjög lengi, sko. Ég held að forveri minn Snorri Magnússon hafi komið þarna inn kannski í 2008, eitthvað svo leiði, sko. Fjölnir, það þykir stutt í verkalýðshreyfingunni. Ég draumir gesta mína sem að koma við í vinnuskúrin, það var verið sko 30 ár formin. Já. En allavega fannst lögreglumönnum að mörgum þyrfti að breyta til og það var svona skorað á mig og ég sem sagt, sko, mitt eina kosningalofar var, sko, að ég myndi ráða, sko, framkvæmdastjóra inn á skrifstofuna og vera svona meira sýnilegur og fólki fannst kannski að formaðurinn aðeins einangrast svona inn á skrifstofunni og væri ekki nógu góðum tengslum við lögreglumenn, sko. En sko, ég sagði reynda þegar ég var kosin, sko, mér finnst vant eitthvað til að stundum verja lögreglumenn og reyna að útskýra málin, sko. Og það var bara það sem ég ætlaði að gera og reyna að vera meira sýnilegur og svona reyna að útskýra starf lögreglumanna betur og akkur þeir lentu oft í fjölmiðlum fyrir eitt og annað, sko. Og þá er þetta að vísa til ofbeldis lögreglunar? Já, ofbeldis og ég hef nú hvað sem að... Finnst þér lögreglunar að hafa þurft að sæta ómaklugum árásum út af því? Eða verður nú ekki að bara gangast við því þegar
þetta erfitt starf og þetta verða mistök hann inn og þegar mistöki verða þá það mjög alvarleg mistök að þegar valdstjórnin beitir okkur óréttlátu ofbeldi, það náttúrulega svakalegt. Það svakalegt, en mér finnst ég stundum sko, þurfa þarna að verja lögreglunni í Bandaríkjunum sko, líka eða skilurðu þetta sko, fólk hefur álit á lögreglunni dálítið svona út frá bíómyndum auðvitað, sko, þú veist, það verður sko, einhver lögreglumar í Bandaríkjunum út úr stressaður eða eitthvað illa þjálfaður, sko, beitir ofbeldi, þá dálítið svona, kemur það yfir alla lögregluna, var í heiminum, sko. En þarna, sko, svo það náttúrulega þannig að þarna, lögreglan getur aldrei svara fyrir sig sem stofnun, sko. Þannig að þarna, já, og ég geri mikinn greinarmun á því sko að ég ekki talsmaður lögreglunar, ég talsmaður lögreglumanna og reyna að styðja sko þá einstaklinga sko. Ég tók slag hérna svo kallað búkmyndavélamál sko, þar sem ég fannst verið að ganga á réttindi lögreglumanna til að sko eiga eitthvað einkalíf. Það jafnvel voru kröfur þarna að lögreglumenn væri bara með myndavél í gangi. Bara alltaf þegar ég var í vinnunni. Þannig ég teki þannig slagi og ég tók slag við þessa nefnd eftirlit með störfum lögreglu sko. Hún væri nú kannski komin aðeins út fyrir sitt valdsvið sko. Ég man ekki hvort þú manst eftir þessu en það var ég manst nú örugglega eftir, það var kallað Ásmundarsalsmálið sko. Þar sem 2 lögreglumenn standa afsíðis og annar segir henni að þessi hérna stelpa, þetta svona framapotari og hversu margir sem í stjórnmálum það ekki verið kallað framapotarar og þá allt í einu þú veist að fara að dæma lögreglumann fyrir að segja við félaga sína eitthvað sé framapotari í stjórnmálum eitthvað, þú veist. Það ég svona, aðeins að reyna að verja þetta, en ég legg mikla áherslu á það að ég ekki að fara að verja sko einstakling sem sko beitir annan ofbeldi í starfi en hins vegar þetta skylda stéttarfélags að útvega félagsmönnum sínum lögfræðiaðstoð en þú veist við erum ekki að fara að heimta lögreglumenn með að gera hvað sem enda hefur það aukist að lögreglumennum hreinlega sagt upp sko í starfi ef þeir gera mistök. Það hafi aukist mjög mikið sko, þannig að það alveg fylgst með okkur, ekki þannig. En fyrir utan svona mistök einstaka manna þá hefur verið svona breytingar lögreglunni, það svona aukin vopnvæðingarnar, lögreglan að fá aukin réttindi svona til forvirkra rannsókna. Svona fyrir svona almenna borgara þá virðist vera að það sé svona oftar kallað til sérsveitarinnar í einhverjum málum stundum af raunverulegum ástæðum eins og var núna bara í gæra eða fyrradag en stundum líka bara kannski og líka ég tala ekki ef að það eru sko á tímabili þegar voru mótmæli sko þá þegar eftir búsáldabyltinguna þá voru bara ramgeða grindverk og lögreglan svona í óeirðabúningum. Hvað finnst lögreglumönnum almennt þessa þróun? Eru þeir fylgjandi því að bera vopn, að hafa meiri valdheimildir eða þetta stjórnvöld sem að þrýsta þeim á því að herfaðast? Sko já, ég held að sinni bara þú veist, ég hugsaði það skotára þarna upp í Grái, þá hugsaði bara nú þú veist, nú styttist í að lögreglumenn, þú veist, fyrir vopnast. En innan lögreglunar þá þetta sko fyrst og fremst hugsað fyrir lögreglumenn sem öryggi. Það þess vegna sem var að kalla oftar til sérsveita því að það konar einhverja reglur ef það maður með hníf, þá þú veist á enginn að nálgast hann nema bara búin að tryggja sitt öryggi. Það snýst voða mikið það sko. Ég hef aldrei sko verið einn af þeim sem verið að hvetja til vopnavæðingar lögreglunar sko og þess vegna óttast ég alltaf í hvert skipti, það var skotið á lögreglumann á síðast ári á Austurlandi þannig að þú veist því miður þá
þetta aukast, en það sko auðvitað mjög skrítið að sko vera fyrir stétt þar sem orðið sko raunveruleg bara, það bara raunverulegt að það getur verið og lifir ekki daginn af, að það ekki vopnaður, þú veist, þetta bara ný staða og þú veist, ég veit ekki alveg hvernig við getum tekið á henni, sko, það nú þekkt í sögunni, sko, að danska lögreglan hefur sagt að það vopnast á einni nóttu, það var skotið, lögreglumaður var skotinn. Þannig að þetta sko þróun sem ég óttast dálítið, að það sko, ég held nefnilega það sé ekki þannig eins og við að sko, við talaðum að það sé svona hvað sem segja, ef lögreglan vopnast þá þurfa allir hinir að vopnast, það ekki þannig, ég held að lögreglan sé svona aðeins eftir á, sko, þú veist, það er búið að tala hér rafvopn í mörg ár, svona teyserbyssur, þær ekkert ennþá komnar, sko. En það kannski, ég veit ekki illa fæli á andamál að lögreglan hérna mjög vopnuð. Það má segja, sko, í starfi mín á Golfsvelli þá ég vopnaður alla daga því það er bara skotvopn í bílnum. En það kannski að því að það er langt í sérsveitina, sko. En svona þegar það verið að skilgreina, ef maður taka bara annað dæmi, að það var ljósmóður daginn sem að talaði hvernig hefði verið sko sjúkdómsvædd fæðingin og það hefði bara orðið þurfa verið í hátækni sjúkrahúsi vegna þess að gæti ekki að koma upp á. Það leiðir til svona, þannig að þessi leið er náttúrulega viðkvæm og flókin og þyrfti náttúrulega að vera sko þykk og mikil umræða til þess að þetta sogist ekki bara í áttina til æ meiri vopnaðingar og að rökin svona til þess að hægja á því að séu svona skýr og augljós og opin í umræðinni eða hvað. Já, það sko, við þurfum líka dálítið að passa okkur á því, sko, og að lögreglan einhvern veginn fjarlægist ekki fólk, sko. Þú veist, ég legg mikið upp úr því til dæmis í lögreglastarfi, þú átt að hitta fólk, þú átt að tala við fólk, þú átt að tala við börn, þú átt alltaf að ynga börnum. Það er erfitt að gera það ef þú ert í skotuðu vesti með já, það er nefnilega mjög erfitt, sko, að gera það, sko. Að þú veist, ef lögreglumenn eru meðal fólk, sko, ef lögreglumenn eru að labba meðal fólk á 17. júní í hátíðarbúning, þá þau nær fólkinu. Og fólkinu finnst sko styttra í að tala við það. Ég held að sé þannig. Þannig hefur 17. júní ekki verið í Reykjavík í mörg ár? Nei, ekki mörg ár. Það er bara grindverk sko svo langt í burtu að það bara er ótrúlegt og svo er löggan þar fyrir aftan í svona hálfgerðum óvarðabúningum. Það finnst það ég kann ekki þetta. Ég veit það, en þetta sennilega rétt hér. Þau gert þetta í hrun og þá er bara þessar, ég held að sé alltaf sko, það er alltaf verið að hugsa öryggi fólks og svo kannski kemur þetta líka vegna þess að það eru bara fáir lögreglumenn. Það er alltaf verið að finna einhverja lausnir sko, til að leysa málin í það sem er alltaf fáir. Þá er náttúrulega mjög þægilegt að setja bara grindverk sko, og þá þarf þetta ekki að gera annað en að passa að enginn fari inn fyrir það svæði. Sko. Ég held að þetta sé líka þannig. Sko. Fjölnir, við erum að tala aðeins kjaramál lögreglunnar. Hvernig með svona, hvað aðferðum getur þið beitt til þess að bæta ykkar kjör? Er ekki orðin eitthvað takmarkaður verkfallsrétturinn? Mistu þann ekki? Jú, sko, við sömdum hann frá okkur einhvern tímann. Sko, ég veit nú ekki einu sinni fyrir að, hann var sagt, við sömdum hann frá okkur fyrir einhver eingreiðslu, sko. Og síðan höfum við ekkert haft það, það var bara 90 eitthvað, menn sagði já við megum hvað sem aldrei farið í verkfall. Og síðan erum við búin að reyna að fá ýmsa þingmenn til að þarna biðja hann aftur. Ég held að hún Bjarkey Olsen hafi nú komist lengst með það. Ég held að hún hafi komist í gegnum eina umræðu í nefnd. En þannig að við höfum engan verkfallsrétt sko og höfum fá tæki til að berjast fyrir okkar rétti. Hvað gerur þá? Þú mátt ekki fara í verkfall. Þú ert eiginlega í stöðu verkalýðshreyfingarinnar fyrir 1920. Hvað gera með þá? Koma eins og Oliver Twist og biðja eitthvað aukaskatt í skálina? Já, það virðist nú hafa verið þannig bara lengi sko, að lögreglumenn þeir gátu ekkert sami sko. Þetta fór alltaf í eitthvað gerðardóm eða eitthvað svona dóm bara
Þannig að okkur hefur gengið mjög illa að semja og kannski lent dálítið svona bara svona aftarlega og fengið það sama og hinir, sko. En þú veist, já, við höfum nú verið að standa fyrir einhverjum svona fjöldagöngum og það nú ekkert langt síðan, sko, að lögreglumenn sjálfur tóku upp á því að veikjast í stórum stíl. Það er eitthvað alls konar svona sem hægt að beita, sko. Já. Hver eru kjör lögreglumanna? Hvað er svona, segjum að ég væri nýbúinn með lögregluskólan og væri að koma að vinna þarna hjá þér, á hvaða launum er ég? Ég man það ekki, í alvörunni. Það er ekki gott fyrir formann Landssambands lögreglumanna. Nei, ég man ekki þessi texta, ég þori ekki að segja neitt. Mér var sagt í gær já, ég var með eitthvað meðallaun, en sko það sem hefur nefnilega gerst, það er nefnilega meðallaunin, að það er búið að fjölga svo mikið yfirmanni við lögreglu, að þegar þú tekur meðaltali þá hefur það hækkað töluvert. Já, þannig að það er sama vandamál þar í öðrum kerfum sem er svolítið þannig að völdin flytjast svolítið yfir á skrifstofuna og fólki sem er að vinna með sjúklingum eða nemendum eða ég held að við fengið það eins og þið að þeir hafa alltaf minna og minna með að segja hvernig kerfið mótast. Já, ég held ég hann fengið það sko að útborgu ekki útborgu heldur heildarlaun lögreglumanna, það eru alveg yfir 900.000 sko. En það er ekki þannig sko. Þú veist, í 800 manna stétt að leiða, þú veist, að fjölga yfirlögreglunum, þá bara hækka meðallaunin. En þegar þið haldið fund og þú kíkir út úr gluggan, eru þá á bílastæðinu amerískir pick-upar rándýrir eða eru þetta gamlar Toyotur sem er þarna? Já, þetta er nú bara gamla Toyotur sko. Laun lögreglumanna er ekkert sérstök. Ég var nú eitt strákur hjá mér sko, á Kolsvelli, eða ungur maður, hann sagði, ég get alveg fengið þarna sömu laun í búðinni hérna, í krónunni sko. Þannig þarna, og laun lögreglumanna byggjast voðalega mikið upp á sko, þessu álagi, þú veist, 55% og 33%, þú veist, svo kvöldin og nætuvöktum og þannig sko. Þið gerir kröfur bætt kjör en þið gerir líka kröfur bætta starfsaðstöðu, svona svipað og við höfum verið að ræða hér svona öryggi lögreglumanna og hvernig lögreglan stendur á bakvið á og annað slíkt ekki, eða hvernig eru kröfunar? Eru bara fyrst og fremst launakröfur? Já, þetta eru mikið til launakröfur og þetta er náttúrulega mikið til búnaðarkröfur sko, að fá, þú veist bara, föt og búnað sem duga sko. Já, þetta er mikið til þannig sko. Og þú veist, svo er það auðvitað þannig að lögreglubíll er náttúrulega vinnustaður mjög margra og það er auðvitað að gera kröfur svo veist, öryggi þar og góða starfsaðstöðu. Já. En sko, ég veit ekki hvort þú veist að við erum sko, við erum stétt sem fyrir eftirlaun 65 ára, það er nú eitt af því sem við höfum náð í gegn sko. Og sko, eitt af fáu sem ég hef nú tekið út úr umræðu síðustu daga til dæmis í stjórnarkjöru Eflingu, þá hugsaði ég, heyrðu, þau eru allavega eins og við, þau eru ekki að berjast fyrir sko að fólk fá að vinna lengur. Þannig að sko, eitt af vandamálum hjá lögreglunni hefur verið að margir eru bara algjörlega búnir upp úr 60 sko. Og bara, já. Nú er almenna umræðan svo að við eigum að lengja starfsaldurinn, að við höfum að vinna til 70 og lengur og það eru hins vegar stéttir eins og fólkið í Eflingu, láglaunafólkið sem sumt bara nær ekki einu svona inn á sko, eftirlaunaldurinn eins og við núna er bara líkamlega búið af erfiðisvinnu löngu áður en að komið á því og endar kannski í síðasta hluta starfsævinnar bara á örorkubótum. Það er svo slitið þetta líka við sjúkraliða og marga sem að vinna svona erfið líkamleg störf. Já, mér finnst þetta nefnilega. Þú flokkar ykkur þarna með að þið ættu að gera kröfur að lækka þetta, heldur en hækka þetta. Ég var einmitt að, sko, inn á fundum daginn að stjórnarfundi og BSB að tala þetta. Þetta ruglaði mig dálítið í rýminu, sko. Það var eins og allir vildu fá að vinna lengur. En það er bara ekki þannig, sko. Þannig mér finnst þetta dálítið erfið umræða, sko,
sko, þetta slökkviliðsmenn eru eins og við sko, lögreglumenn eru almennt með lægri lífaldur en margar aðrar stéttir. Og ég heyri að svo umræður líka innan, sko, allavega innan Eflingar, sko. Með þetta eins og segja, fólk bara lifir skemur og það þarf bara að fá að fara fyrir og eftirlaun. Þannig að, þú veist, ég óttast stoltið þessa umræðu og svo náttúrulega kemur líka þessi umræða þarna inn í þetta, lífaldur fólk sé að hækka og lífeyrissjóðin hafi ekkert efni á þessu, sko. En mér finnst það erfitt ef fjármálaráðherra ætlar að fara að ákveða, sko, með lífeyrissjóðin okkar. Hann nú ekki í einkaeigu, sko, yfirvalda. Nei. Herðu Fjölnir, nú ætlum við að skipta gír í þættinu. Nú ætlum við að bjóða hingað til leiks. Áhrifamenn í verkalýðshreyfingunni. Er Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness, Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VR og Hörður Guðbrandsson, formaður Verkalýðsfélagsins í Grindavík. Eða ég held þið séu þarna. Já, þeir eru allir þarna. Já, ég sé það. Það svolítið öðruvísi af því ég ekki í stúdíónu, ég austur í sveitum, þannig að ég sé ekki jafn vel og ég vanalega sé. Þið verið velkomin allir. Þetta, þegar ég var að fara yfir fréttir vikuna, þá er þetta bara stór fréttavika. Það voru hækkaði vextir, það ógnargróði bankana kom fram og það var alls konar mál sem voru tengd því. Icelandair vill hækka laun stjórnendanna og Gylfi Zoëga beinti á það að innan bankakerfisins og greiðslumiluna væri bara verið að reyta peninga fólki af öllu tilefni, þannig að það er bara margt að vera, en kannski sú frétt sem að litaði vikuna mest stjórnarkjörið í Eflingu og það mál sem að bara snertir einhvern veginn verkalýðshreyfinguna, bara klípur það í hjartað. Má ég byrja á þér Ragnar Þór sem að skrifa grein held ég bara í gær. Nei, það var viðtal við þig fyrirgefðu í Morgunblaðinu, þar sem að þú varst að lýsa sko verkalýðshreyfingunni þú lýstir henni sem bara vondri stofnun, það var bara þannig að maður var dapur á því að lesa þetta. Segðu mér eitt. Ég ætla ekki að spyrja hvort þetta sé virkilega svona, þú ert nýbúin að segja það. Af hverju kemur þetta svona fram í stjórnarkjörinu í Eflingu? Er það þannig að stjórnarkjörið í Eflingu snúist raunverulega bara framtíð verkalýðshreyfingarinnar, hvort það sé hægt að breyta þessu, ef að þú stuður Sólveigu, það hefur komið fram, að ef að Sólveig vinnur ekki, að þá mun verkalýðshreyfingin sökkva inn í það ástand sem að þú ert að lýsa sem algjörlega óþolandi? Já, ég held að við sem að störfum í innsta hring hreyfingarinnar og höfum tekið þátt á bæði á þingum Alþýðusambandsins, mörgum þeirra og starfað á vettvangi miðstjórnar, að ég held að allavega þeir sem að sitja hér með mér, Hörður og Vilhjálmur, geta tekið undir það að kúltúrin innan hreyfingarinnar ekki kannski svo fallega mynd sem máluð svona út á við og í því felst engin bitur eða kali til eins eða neins, allavega ekki frá mér, en allavega það sem maður hefur upplifað, að þá þarna inni gríðarleg valdabarátta og þrátt fyrir það miklu breytingar sem hafa átt sér stað innan hreyfingarinnar, að þá skynja maður það og maður hefur fundið það mjög sterkt að maður einfaldlega hefur ekki og verður ekki tekin í sátt af ákveðnum hópum þarna inni sem að ég get alveg flokkað sem kannski svona bakland fyrrum forseta og tengjast helst starfsgreinafélögunum, og þetta einfaldlega svona eins og ég segi, það kerfisbundið talað niður til okkar. Það hafa nú nýlega ekki bara verið skrifaðar niðurgreinar Sólveigu og hennar framboð, heldur líka bæði að forseta og félögum okkar innan hreyfingarinnar verið að tala niður þann lífskjarasamning sem við gerðum, setja fram tölur sem að standast ekki skoðun og það sem kannski svona dapurlegast við þetta eru oft á tíðum fólk sem að tekur ekki þátt í orðræðinu opinberu vettvangi, ver ekki félaga sína þegar harkalega að okkur sótt,
við erum að taka þátt í opinberri umræðu gegn mjög valdamiklum öflum í íslensku samfélagi og höfum verið ásökuð eitt og annað, þjóðkennd á forsíðum Fréttablaðsins, kölluð öllum þeim verstu nöfnum sem hægt er að fletta upp í orðabókinni, en það kemur aldrei neitt opinber stuðningur eða greinaskrif eða neitt sem að þetta fólk leggur til málanna, nema þegar að gerist eitthvað, að það komi upp einhver mál og þá er þetta fólk fljótt að taka upp pennan og skrifa nýgreinar eða deila þeim og læka, og þetta er rauninni mjög einfalt fyrir hinn almenna félagsmann að sigta út hverjir eru gerendur og leikendur í þessu leikriti innan Alþýðusambandsins ef að fólk nennir eða hefur tíma til þess að grafa eftir því. Þú ert eiginlega að segja að það þarf svolítið rannsóknarvinnu til þess að komast að því, vegna þess að þegar maður er að fylgjast með umræðu verkalýðshreyfingarinnar í almennu umræðu, þá er þú og Villi og Sólveig Anna og vissulega Drífa líka. En þú ert að segja það að þótt að þú sért ekki komin á 15 ár sem formaður VR, þá er þetta ennþá hálfgerð boðflenna að mati þeirra sem eru inn í hreyfingunni, sem er eitthvað fólk sem að við sem að fylgjast með almennu umræðu kannski sjáum ekkert, sem að eru raunverulega að reyna að stýra hreyfingunni, þannig að þið sem að ég geti haldið það sem ég er að horfa á fréttir og hlusta á fréttir og lesa blöð, geti haldið að væri drifkrafturinn í verkalýðshreyfingunni, en þið eru það ekki, þið eru bara inn á leikvelli sem að annað fólk lítur á að það eigi, og þið verði bara, þau ætla bara að bíða þig af þér og finna eitthvað færi á því að fella þig þegar færi gefst til þess að geta haldið öllu óbreyttu. Þetta er lýsingin sem þú ert að gefa. Jú. Við náttúrulega sem erum í opinberri umræðu og þú veist, ég þarf að sækja mér lýðræðislegt umboð með mjög reglulegum hætti. Margir af þeim sem ég er að vísa í hafa setið kannski í þeim stöðum áratugum saman og í sjálfu sér lítið sem getur riðlað þeirra völdum eða þeirra stöðu. En þetta er ógeðslegt umhverfi. Ég kann eiginlega ekkert annað orð og það er svona, þú veist, þetta er svo djúpt og það er svo margir vinklar á þessu að ég held að það komist ekkert fyrir í einu svona þætti að lýsa því nákvæmlega lið fyrir lið hvernig er unnið gegn okkur og hvernig til dæmis mörg af þeim framfaramálum sem ég verið að vinna verkalýðshreyfingarinnar eru kerfisbundið haldið niðri, þeim frestað eða fundna leiðir til þess að koma í veg fyrir að þau njóti brautargengis. Þetta er náttúrulega eitthvað sem við ræðum náttúrulega bara á vettvangi VR og ef ég vísa til dæmis í það þegar ég og Vilhjálmur Birgisson félagi minn sögðum okkur úr miðstjórn Alþýðusambandsins tíma að þá var ég velkominn aftur, það var metið svo, en hann ekki. Og ef við kannski setjum það í samhengi við þá fjármuni sem var fylgja VR inn í Alþýðusambandið, að þá var það kannski svona svolítið skýr birtingarmynd af því og eins og ég sagði í viðtalinu, að peningarnar okkar eru mjög velkomnir þarna inn í Alþýðusambandið en kannski skoðanir okkar og áherslu síður. Hörður, má ég spyrja þig hvort þú kannist þessa lýsingu sem Ragnar Þór er að gefa á hreyfingunni? Já, þetta er örugglega 8 tíma þáttur, ekki? Mér sýnist efnið alveg vera það mikið. En já, ég náttúrulega gekk til liðs við þá félaga Ragnar og Vilhjálms ásamt Sólveigu síðustu kjarasamningum og sem var leidd af þessum hópi. Og við vorum náttúrulega öll ný nema Vilhjálmur var svo eini sem hafði tekið þátt í þessum samningum áður, en síðan held ég að við höfum bara öll haldið að svona umbætur inn í Starfsgreinasambandinu og inn í ASÍ kæma sjálfu sér með svona öflugum hópi og 2 stærstu félögin að leiða hann. En það er bara eins og Ragnar segir, það hefur hins vegar ekki gerst og það hefur komið töluvert mikið bakslag í og kemur oft í alla byltingar og það hefur gerst í þessari. En ég trúi því og þess vegna held ég að þessi
kosning í Eflingu sé alveg sérstaklega mikilvæg. Það er náttúrulega lykilatriði ef við eigum að geta umbylt þessum samböndum að Sólveig Anna nái góðu kjöri. Þannig gríðarlega öflugum eru þið þá með stórt félag á bakvið sig. Já, hörður, það ég er að reyna að skilja þetta. Sömuleyti þegar maður hlustar á Ragnar, þá hugsa maður, þetta er eiginlega búið, sko. Þetta snýst kannski ekki það hvernig kosningarnar í Eflingu verða, heldur hefur komið í ljós í aðdraganda þeirra eitthvað sem að Ragnar upplifir að það sé bara þetta kristallar hvað hreyfingin slæm. Þannig hugur hans er eiginlega komin út úr ASÍ. Síðan það líka spurningin ef að úrslitin verður þannig að Sólveig vinni að þá sé einhvern veginn færi á að gera eitthvað aftur. Hvort er þetta? Snýst þetta það hvernig kosningarnar fara eða hefur kosningabaráttan leitt til þess að suminnar hreyfingarnar, kannski þið þrír sem eru lítið svo á að það þurfi eitthvað róttækt að gerast inn í Alþýðusambandinu til þess að sé hægt að halda það á. Ég held að þurfi að vera eitthvað róttækt áfram en ég sé það fyrir mér að það sé hægt. Ég held að þessi hópur sem að tengist gamla forsetanum sé í minni hluta, þetta sé meiri hluti sem að ef hann stillir saman getur alveg umbylt þessum samböndum og ég bara vona það að menn fari í það eftir kosningarnar. Ég trúi að Sólveig Anna muni vinna þetta afgerandi og þar með sé komið umboð til að fara í umbætur á þessum samböndum. Ég bara sé það fyrir mér þannig og þessi minni hluti verður bara að sætta sig við að það eru komið annað fólk og aðrar áherslur í verkalýðsbaráttuna. En þá atkvæðamagn Eflingar inn í starfsgreinasambandinu þar sem þú ert og síðan inn í ASÍ, þá það lykilatriði. Þannig að ef að þið sem eru, byltingarmennirnir í verkalýðshreyfingunni, hafið ekki Eflingu með ykkur, að þá er afl ykkar ekki nógu mikið til að knýja fram einhverja breytingar í þessum. Nei, þetta er bara rétt mat hjá þér. Það er lykilatriði að Efling sé með í þessu, hún er það stór og umbótasinnarnir í þessum sambandum eru ekki með meirihlutann nema Efling sé inni. Þannig að þetta er gríðarlega stóra kosninga fyrir mér. Ég held að þetta snúast bara framtíð verkalýðsbaráttunar á Íslandi og ég bara sé að annars muni ASÍ klofna og fara í einhverja frumeindir og svo framvegis, sko. Þannig að ég held að þetta sé miklu stærri kosningar heldur en flesti gerir sig grein fyrir og gríðarlega mikilvægar upp á umbætur í þessum stóru sambandi sem voru orðna mjög staðnar fyrir 2018 og Villi er náttúrulega búin að vera að berjast til dæmis fyrir umbótum mjög lengi en talaði nú lengi bara út í tómið en hans rödd svona fékk meira vægi þegar komið fleiri inn með sama tón eins og Ragnar og Sólveig og fleiri. Vilhjálmur, og ég spyrjaði því svona frá leiðilegra horninu, hvað gerir þú ef að Sólveig Anna vinnur ekki kosningarnar í Eflingu? Hver er staða þín sem er búin að vera að reyna að breyta hreyfingunni í bráðum 20 ár? Já, þetta er feikilega stór og góð spurning, Gunnar. Ég hins vegar tek undir það sem að Hörður nefndi réttilega áðan, að ég held að hinn kannski almenni félagsmaður innan verkalýðshreyfingarinnar og bara almenningur almennt gerir sér kannski ekki almennilega grein fyrir því hversu ofboðslega stórar og miklar þessar kosningar eru. Því að valdapíramídinn í verkalýðshreyfingunni, hann samanstendur af þessu svokallaða fulltrúa lýðræði sem að hann var að nefna hér áðan hann Hörður. Sem gerir það að verkum að þegar við komum síðan saman inn á þingum Alþýðusambandsins, inn á þingum Starfsgreinasambandsins, þá skiptir bara höfumáli hver leiðir risastórt félag sem er með 44% af atkvæðum innan Starfsgreinasambandsins, þetta eftir 44%. Það vantar ekki nema 7% hjá Eflingu til að vera með hreinan meirihluta innan Starfsgreinasambandsins. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að svo orrahríð sem er búin að vera núna í kringum formannskosningarnar í Eflingu að almenningur setji þetta í samhengi við þessa gríðarlegu hagsmuni. Ef við horfum síðan á Alþýðusambandið og þingi þar að þegar að
VR og Efling eru komin þar saman með þetta svokallaða fulltrúalýðræði inni, að þá hvorki meira né minna en vægi þessara tveggja félaga nálægt helmingnum af öllum því atkvæðavægi sem inn á þingum Alþýðusambandsins. Og þess vegna skil ég vel félaga Ragnar þegar að honum blöskrar það í raun og veru að áherslur VR í gegnum árin á miðað við stærð félagsins hafa ekki fengið þann hljómgrunn sem að eðlilegt gæti verið á miðað við þetta risastóra félag. Og það sama má segja með Eflingu, og það alveg rétt að það þyngra en tárum taki að hafa í raun og veru vonast eftir því að þessi umbylting eða breyting á áherslum verkalýðshreyfingarinnar skuli ekki hafa haldið áfram eftir að forystumenn þessara tveggja félaga sem ég var að nefna áðan voru komnir til valda. Það gerðist ekki. Gömlu öflin sem að tilheyrðu fyrrverandi forseta Alþýðusambandsins, þau hafa í raun og veru haft völdin síðan áfram. Og hverjum að kenna? Jú, ég held að skipstjórinn á skútunni sem að þá forseti Alþýðusambands Íslands, hann hefur einhverja hluta vegna tekið meðvitaða pólitíska ákvörðun það að fylgja þessum hóp en vinna frekar gegn Ragnari og Sólveigu. Og þetta alveg rétt sem að Ragnar nefndi hér áðan að þegar við Ragnar gengum út miðstjórn, ég sagði að mér sem varaforseti og ég ætla að viðurkenna þá og hef viðurkennt það á formannafundi Alþýðusambands Íslands að það eru mín stærstu mistök frá því að ég hóf veru mína innan verkalýðshreyfingarinnar hafa gert það. En ókei, það búið. Það var ótrúlegt að verða vitni að því að þegar að þetta mál kom síðan inn á borð miðstjórnar, þá var forsetinn og lögfræðideild Alþýðusambandsins búið að ganga þannig frá því að það var látið veðri vaka að lagalega séð var ekki hægt að taka mig inn aftur. En 170 milljónirnar sem að VR kemur með inn í Alþýðusambandið, þær voru velkomnar aftur. 15 milljónirnar sem að Verkalýðsfélag Akraness greiðir inn í Alþýðusambandið, það var svona eitthvað minna mál að díla við. Og ég skal alveg viðurkenna það að ég búinn að taka þátt í þessari baráttu frá árinu 2004 og það rétt sem að Hörður sagði að ég var öskrandi einn út í tómið, en það sem að hvatti mig alltaf áfram var það að hinn almenni félagsmaður innan verkalýðshreyfinganna var sammála þeim málflutningi sem að ég var að öskra út í tómið, þótt að þessi gamla klíka sem að ennþá því miður við völd hafi ekki verið sammála mér í því eins og samræmdri láglaunastefnu, SALEK samkomulaginu sem átt að gera og svo framvegis. Þetta gekk meira sér svo langt að á einu þinginu þá lagði Verkalýðsfélag Akraness fram 3 ályktanir, var eina stéttarfélagið á þinginu sem lagði fram ályktanir hin ýmsu mál, til dæmis var það verðtryggingin, það var húsnæðisliðurinn og það var stjórnarsetja atvinnurekandi inn í stjórnum lífeyrissjóðanna. Ég var sakaður eftir þetta þing að hafa tekið þing Alþýðusambandsins í gíslingu. Þetta var umræða inn í miðstjórn Alþýðusambandsins og úr fundargerð þessa fundar frá miðstjórn talað hvernig sé nú hægt að koma í veg fyrir það að svona uppákomur eigi sér stað aftur. Og hugsið ykkur, þarna var ég bara sem forystumaður í stéttarfélagi að leggja fram einhver málefni til umræðu, eina félagið af öllum aðildarfélögum Alþýðusambandsins sem lagði fram ályktanir á þessu þingi. Og eðli málsins samkvæmt þurfti ég að gera grein fyrir þessum ályktunum og þurfti þar af leiðandi að koma nokkru sinnum upp í pontu til að gera grein fyrir þeim og svara síðan þeim athugasemdum sem við ályktanandi komu. En þetta bara svona lýsandi dæmi þá eitraða andrúmsloft sem hefur ríkt inn í verkalýðshreyfingunni langt árabil og virðist ekkert vera að
breytast, því miður. En Vilhjálmur, þú varst að berjast við forseta Alþýðusambandsins sem var Gylfi Arnbjörnsson á þeim tíma. Ragnar að sumarleyti var kosinn vegna óánægju almennings og félaga VR með svona stefnur og áherslur Alþýðusambandsins, kannski sérstaklega í hruninu og árunum eftir, ég held að það sé alveg óhætt að segja það. Sólveig Anna, hún kosinn svolítið með, ég held að í viðskiptin hafi verið vorið í verkó í kosningabaráttunni á tímabili. Það var svona það að þyrfti að endurvekja verkalýðshreyfinguna. Að sumu leyti í krafti þessara bylgju að þá ákvað Gylfi að bjóða sig ekki fram og Drífa var kosin og maður upplifði það að hefði verið fyrir ykkar tilverknað. Nú ertu að lýsa því að Drífa sé raunverulega að vinna gegn ykkur, að hún hafi gengið inn á skrifstofu Alþýðusambandsins og þar sé bara eitthvað svona maskína eða ég veit ekki hvernig það var að lýsa því, sem að veldur því að þið eru núna ekki að berjast við Gylfa Arnbjörnsson og hans tök á Alþýðusambandinu, heldur Drífu og hún með sama baklandið og Gylfi hafði í þinni baráttu. Er þetta rétt lýsing? Hvað gerðist? Af hverju gerðist þetta svona? Ég bara veit ekki af hverju þetta gerðist svona. Ég átti náttúrulega bara að vona því að það yrðu miklu meiri breytingar heldur en síðan raunin varð. Við skulum líka átta okkur af því að áður en að Drífa verður forseti Alþýðusambands Íslands þá kemur hún sem framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins inn. Þannig að hún var mikið að vinna með formönnunum innan Starfsgreinasambandsins sem að ég var alltaf að takast á við á öllum fundum, hafðu þekki það nú mæta vel hvernig sú barátta var háð. En einhverju hluta vegna þá finnst mér, og það er mín tilfinning og ég held að sagan bara sýni það að einhverju hluta vegna þá tók Drífa þessa meðvituðu ákvörðun að fylgja áfram þessum hópi formanna Starfsgreinasambandsins sem að voru hliðhollir stefnu Gylfa Arnbjörnssonar á sínum tíma og það er alveg rétt sem þú segir að ég er ekkert í neinum vafa það að barátta Verkalýðsfélags Akraness frá árinu 2004 og þar til að Ragnar vinnur að ástæðan fyrir því að þessi jarðvegur skapaðist fyrir Ragnar og síðan fyrir Sólveigu var vegna baráttu Verkalýðsfélags Akraness við að benda á þessi fjölmörgu atriði sem að miður hefur farið. Eitt stórt atriði var til dæmis í hruninu sem að ég fór og skrifaði mikið á sínum tíma var þegar Gylfi Arnbjörnsson var skipaður í nefnd það hvort ætti að taka vísitöluna tímabundið úr sambandi til að verja heimilin og félagsmenn Alþýðusambands Íslands. Hann var formaður þessara nefndar. Hann komst að þeirri niðurstöðu að það var algjörlega galið að taka vísitöluna úr sambandi vegna þess að það myndi kosta fjármálakerfi 200 milljarða. Skítt með heimilin, þeim mátti fórna þarna á altari blóðugs verðtryggingar ef að þannig má orðið komast, en það stökkbreyttust skuldir íslenskra heimila 400 milljarða á örskumum tíma. Og þegar ég sá þetta árið 2009, hvernig gat forseti Alþýðusambands Íslands fórnað sínum eigin félagsmönnum með þessum hætti, þá fékk ég algjörlega upp í kok af þessum vinnubrögðum. Og ég var ákveðin í því að berjast til síðasta blóðdropa ef að þannig má orðið komast við að reyna að kalla eftir einhverjum umbreytingum í þessari verkalýðshreyfingu. Það tel ég að hafi tekist á endanum með tilkomu Ragnars sem að ætíð studdi mig þegar hann var stjórnarmaður í VR. Ég man það bara svo vel þegar ég var að labba með mínar ályktanir á milli borða og reyna að fá fólk til að skrifa undir þær, þannig að ég gæti lagt þær fram. Ég gat alltaf reitt mig á einn mann í salnum og reyndar mikið fleiri, en Ragnar skrifaði alltaf undir allar mínar ályktanir. Þannig að við vorum við miklu samband á þessu tíma. En þetta er bara sorglegt í mínum huga hvernig þetta hefur farið. En núna stöndum við frammi fyrir því að á þriðjudaginn klukkan 8 mun liggja fyrir hver mun leiða þetta stóra stéttarfélag og ég held að framtíð íslenskra verkalýðshreyfingar muni dálítið ráðast á því. Ragnar er formaður VR, Vilhjálmur, og VR hefur sérstaka stöðu í svona íslenskri verkalýðshreyfingu. Það er ekki svo langt síðan að VR kom raunverulega inn í Alþýðusambandið. Verkalýðsfélag Akraness er allt annað, það er eiginlega bara saga þess og Alþýðusambandsins samfléttuð alla tíð. Ragnar hefur oft
oft orðað að það sé möguleiki fyrir VFR að ganga út úr Alþýðusambandinu. Er möguleiki fyrir verkalýðsfélag Akraness að ganga út úr Alþýðusambandinu? Já, það er möguleiki fyrir því og það er meira að segja aðalfundar samþykkt 2 eða 3 ára gömul. Þar sem að aðalfundur verkalýðsfélags Akraness fól stjórn félagsins að kanna kosti og galla þess að vera innan Alþýðusambandsins. Þannig að það er algjörlega möguleiki að gera það. Ég vil fá að segja varðandi félaga Ragnar að því að þú nefnir félögin eru mismunandi og ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvað Ragnar Þór Ingólfsson gerði í lífskjarasamningnum. Ég held að fólk gerir sér ekki grein fyrir því. Hann tekur þar ákvörðun með okkur að stíga skref til að lagfæra kjör þeirra sem að höllustu fæti standa í íslensku samfélagi með því að semja krónutöluhækkanir. Ragnar Þór er með blandað félag þar sem hann er með lágtekjufólk inn í stórmörkuðunum og annað slíkt. Síðan er hann líka með millitekjufólk og líka fólk sem er vel launað. Þetta var djörf ákvörðun hjá Ragnari Þór en hann hugsaði eitt, ef við náum að auka ráðstöfunartekjur okkar fólks með fleiri þáttum heldur beinum launahækkunum, til dæmis, og við ræddum þetta mikið, með því að fá Seðlabankann og stjórnvöld með okkur í það að reyna að ná niður vaxtastiginu, að þá fær þetta fólk í efri lögunum mikla kjarabót í formi þess að við lækkum vextina. Hann tók áhættu á Ragnar. Þetta tókst algjörlega, enda vita allir sem hafa endurfjármagnað lán sín frá því að við gerðum lífskjarasamninginn þegar stýrivextirnir voru 4,25%, fóru niður í 0,75, standa í dag í 2,75, að þessir hópar, millitekjuhóparnir og fólk í efri lögunum, það náði að endurfjármagna sig og var að auka ráðstöfunartekjur sínar 40, 50, 60.000 krónur á mánuði. Og ég veit ekki hvort að fólk átti sig á því að þessi leið sem að Ragnar tók og var tilbúin til að fara með okkur í, það er einstakt. Ég er ekki viss að aðrir formenn innan VFR hefði verið tilbúin til þess. Þetta tókst 100%. Hann náði í gegn þessari vaxtalækkun sem skilaði sér síðan til hans fólks. Og hann hefur farið í formannskosningar síðan og fengið kosningu sem að staðfestir það að félagar hans í VFR voru sammála þessum ákvörðunum. Algjörlega. Herðu, Fjölnir, þú ert ekkert í Alþýðusambandinu, lögreglumenn eru í annarri deild, BSRB, og hvað þetta er svolítið svakalegt að hlusta á það og þeir eru að tala ótrúleg átök djúpt inni í hjarta verkalýðshreyfingarinnar. Hvernig líður á að hlusta á þetta sem verkalýðssinna og ég verð nú að segja, ég lærði ýmislegt á þessu núna því ég er rauninni búin að vera að furða á því undir frá daga hvað allir sé að skipta sér á kosningum í einu stéttarfélagi. Ég sagði, hvað er allt þetta fólk að skipta sér á kosningum í þessu stéttarfélagi? Þetta er bara stéttarfélag og þau geta síðan þetta sjálf. Þannig ég nú lært eitthvað á þessu að hlusta á það en þetta er samt alveg sami, þetta virðist bara verið í svona stórum heildarsamtökum, Ég veit ekki hvað, ég held að það séu til 3 skýrslur hjá lögreglumönnum, hvort er ég að ganga úr BSRB eða ekki. Þannig að virðast nú bara vera svona átökdóldið innan stóra samtaka. Ég verð að segja, ég átta mig samt ekkert nákvæmlega á hvað átök þeir eru að tala um, Það er eins og sé að tala um að eitthvað fólk sem vinni hjá Alþýðusambandinu sé að stjórna því, Þú mátt spyrja það, Fjölnir, spurðu það bara. Já. Ég ákvarði ekki á þessu. Ég spyrði það. Þú ert nú með með andstöðuna í verkalýðshreyfingunni við borðið. Spurðu hana. En er ekki líka áhyggjuefni bæði hjá Eflingu og VFR. Hvað eru fáir að taka þátt í þessum kosningum? Er það ekki rétt hjá mér að það er óbúðslega minnihluti félagsmanna sem að taka þátt í þessum kosningum? Og hvað hvað er þessi átök? Eru allir að segja Ragnar Þór að bara snarhalda kjátt og verið ekki að skipta sér af þessu? Hvað eru það að tala? Ragnar, þú er að svara þessu. Svaraði Fjölnir. Þáttaka, ég meina það hefur nú verið ágætis þáttaka í kosningum hjá okkur og hvað er ágætis þáttaka ef við
ef við horfum kannski á þegar 10.000 félagsmenn eru að taka þátt í kosningu af 36.000 manna félagi, þetta mætti hún vera betri eða meiri, en hún enga síður alveg ágætt. Við, eins og þetta var, þegar það var fulltrúalýðræði í VR og það voru ekki nema einhverjir tugir eða 100 mann sem kannski tóku þátt í að kjósa forystu og forystan síðan kaus sama bakland og valdi síðan sömu forystu. Þannig virkar svolítið fulltrúalýðræði og það ennþá við lýði hjá mörgum félögum. Ég myndi segja að lýðræði innan VR hafa aukist mikið og þáttakan sé svona ágætt, hún mætti auðvitað verið betri. En eins og til dæmis í aðdraganda síðustu kjarasamninga að það voru 3.600 félagsmenn sem komu með beinum og óbeinum hætti að kröfugerð félagsins í gegnum kannanir og ýmislegt annað sem að við, og náttúrulega bara hvernig við unnum úr þeim. Þannig að við vorum með mjög sterkt umboð inn í kjarasamningana og við gátum svona unnið svolítið með það inn í lífskjarasamningin sem síðar var. Varandi átökin eins og innan Alþýðusambandsins að þá ristir þetta mjög djúpt. Það voru átök í kringum VR til dæmis árið 2009 þegar ég kem inn í stjórnina í hallabyltingu og síðan þá ég 50 formaðurinn á einhverjum 10 árum til þess að stýra félaginu. Það verið mikil átök í kringum félagið og þegar ég kem inn sem formaður VR að það var enginn í stjórninni sem studdi mig eða kaus mig. Það kaus minn mótframbjóðandi eða ég var inn í mótframboði. Þannig ég tek við félaginu í þannig stöðu að þurfa að vinna stjórnina og baklandið, trúnaðarráðið og náttúrulega skrifstofuna líka með mér og ekki bara ég, heldur settust við niður stjórn og baklandið með framkvæmdastjóra og við unnum með niðurstöðuna, það er að segja hver var niðurstaðan úr kosningunni og var mjög afgerandi og okkur tókst að vinna með þessa niðurstöðu og ég get sagt ykkur það og bara stoltur af því að félagið hefur aldrei gengið betur og það er ekkert út af mér, það er fyrst og fremst út af því að fólk tók ákvörðun að vinna saman. Það tók ákvörðun að vinna með niðurstöðu og vilja félagsmanna og tók ákvörðun það að við ætlum að vinna okkur út úr þeirri stöðu. Það eru innan stjórnar og bæði skrifstofu og í baklandi VR, trúnaðarráði, þá eru mjög skiptar skoðanir en það er borin virðing fyrir öllum skoðunum og það er engin skoðun sem er mikilvægari en önnur. Og við náum alltaf að tala okkur niður á góða niðurstöðu eða góða leið sem að getur þá farið dyr beggja ef einhver ágreiningur og þetta samstarf hefur gengið algjörlega frábærlega og við vinnum sem raunveruleg heild og það er raunveruleg vilji til þess að vinna að og eftir vilja félagsmanna. Þá komið tíminn til að ítreka seinni hlutarspurningarnar hjá Fjölni sem hvernig þetta ástand sem þá inn í Alþýðusambandinu? Það þannig að þér bara sagt alltaf kjafti eins og Fjölni orðaði það eða má kannski orða það þannig að það þannig að það er sama hvað þú berðu að þú verður varðið ykkur andstöðu þannig að málið sé raunverulega svona eins og persónuleg klíkumyndu sem þar eða þú með vilja að hreyfingi fari þangað á meðan að annar hópur vill að hún fari hingað og þetta séu átökum stefnu? Já, mörguleyti að þá þetta átökum stefnu. Við getum til dæmis tekið lífeyrissjóðakerfið, bara til dæmis að reyna að fá það í gegn á miðstjórnarfundi að lífeyrissjóðir þurfi í ástandi sem við erum í dag, það er kreppu ástand, það er verið að kalla eftir ábyrgð og hófsemi frá vinnumarkaðunum inn í næstu kjarasamninga og ég lagði einmitt til að við myndum líka ályktun það að bæði fjármálakerfið og sérstaklega lífeyrissjóður sem eru eigendur stærstu fyrirtækjanna, eru 70% í högum og svo framvegis, eru meirihluta eigendur í nánast öllum skráðum fyrirtækjum á Íslandi, að við myndum líka krefja tímabundna hófsemi varðandi arðsemiskröfu og ýmsa aðra þætti þegar að við erum að senda svona yfirlýsingar frá sér. En það er líka eitt til dæmis dekrið í kringum þetta lífeyrissjóðakerfi eins og Vilhjálmur kom inn á áðan að vilja riðla til dæmis stjórnkerfi lífeyrissjóða eða hafa skoðunar á því
í hverju fjárfest og hvernig og hver eigendastefna á að vera, að þarna ertu eiginlega komin á vettvang einhvers konar sértrúarsöfnuðar. Það má aldrei, mjög lítið ræða þessi mál án þess að fá þennan hóp eins og við vitnum oft á móti sér. Og ég tek til dæmis dæmi annað, við í VR, við höfum verið að reyna að leiða hér umbætur á húsnæðismarkaði, við höfum verið að reyna að koma á stað nýju félagi sem heitir Blær. Blær átt að starfa samhliða Bjargi og þegar Bjarg var stofnað, að þá átti Blær að vera til sem svona almennt félag sem var ekki með neinn tekjumörk eða neitt slíkt. Ég er búinn að vera á annað ár að reyna að koma verkefni í gang sem snýr að því að VR fekk úthlutað lóð sem við vorum tilbúin til þess að fjármagna inn í þetta verkefni og það er ótrúlegt að vera að vitna því leið og forystufólk í verkalýðshreyfingunni talar mikilvægi þess að þau þurfa að fara í aðgerðir á húsnæðismarkaði, að okkur hafi ekki gengið betur að koma þessu félagi af stað og nú segi ég ykkur bara að við erum ennþá að reyna að berja saman samþykktum fyrir félagið. Samt erum við með lóð til þess að byggja á, VR með fjármagn til þess að fjármagna það og við erum ekki komið lengra en þetta. Og ég finn og skynja að sko svona mál eins og ég er að vísa í hefði verið hægt að klára á einni viku ef að raunverulegur vilji hefði verið til þess að styðja við þessa hugmyndafræði og hún snýst það að lífeyrissjóðirnir koma á endanum með fjármagn inn í fjárfestingu í innviðum eins og húsnæði, að það hefði verið að klára þetta á mun skemmri tíma. Getur ekki bara gert það með VR og lífeyrissjóðu verslunarmanna og sleppt þessu aðeins í byggsi og bara búið til Blæ sjálfur? Það er það sem við ætluðum að gera upprunalega, en það er miklu sterkara að fara fram með stóru heildarsamtökunum til þess að gera verkefni stærra og kannski meira aðlaðandi fyrir til dæmis eins og lífeyrissjóði. Ertu ekki að tala Ragnar að þeir gerðu mikla arðsemiskröfu lífeyrissjóðirnir? Þeir vilja fá meira arð af að því að taka þátt í þessu? Nei, það snýr ekki eins og að því. Við höfum reiknað það út að arðsemi lífeyrissjóða til lengri tíma að hún passar inn í þetta kerfi þannig að sé hægt að bjóða fólki upp á öruggt húsnæði á lægra verði heldur en markaðurinn er að bjóða þrátt fyrir að lífeyrissjóðirnir séu þáttakendur með sína arðsemiskröfu. Og við hefum verið ég hef farið með stjórnendur lífeyrissjóða verslunarmanna og fulltrúum Samtaka atvinnulífsins í að heimsækja eina stærstu lífeyrissjóði í Danmörku meðal annars og þar er lífeyrissjóður sem heitir PFA sem er það bil 13.000 milljarðar að stærð eða tvöfalt íslenska lífeyrissjóðakerfið. Þeir eru með 9% af öllum eignum sínum sem þeir fjárfesta í uppbyggingu á hjúkrunarheimilum og húsnæði fyrir sjóðsfélaga og þeir hugsa þannig. Þeir hugsa ekki bara arðsemiskröfuna. Þeir hugsa að það sé þeirra hlutverk að það er ekki bara að tryggja fólki háar lífeyrisgreiðslur, heldur líka að lífið sé þess virði að lifa því þegar það fer á lífeyri. Og þá er þeir fyrst og fremst að vísa í verðlag, lífsgæði almennt og hvað þeir geta gert til þess að bæta lífskjör sinna sjóðsfélaga með kannski einhverjum öðrum hætti heldur en bara að safna peningum til þess að standa undir sífellt hærri kostnaði við að lifa. Og þessi hugsun, hún passar ekki inn í, harakíið í kringum lífeyrissjóðakerfið sem að margir þarna halda á lofti, enda setja mjög margir formenn þessara stéttarfélaga sem að ég hef oft verið að vísa í sem hálfgerðir skuggar, þeir sitja í stjórnum lífeyrissjóða og þeir, sem dæmi til dæmis formaður Landssamtaka lífeyrissjóða sem er formaður FIT, Hilmar heitir hann, sem að hefur sittið í miðstjórninni. Þeir voru fljótir til að fjárfesta í Play meðal annars, þrátt fyrir það að þar var klárlega verið að brjóta á kjarasamningsbundnum réttindum þeirra sem að komu þar til starfa og þessi hugsun að þetta alltaf að hámarka arðsemi, hámarka þetta og hámarka hitt og það sé þeir eina hlutverk sem er ekki, að það er bara ekki pláss fyrir þessar skoðanir að brjótast út úr þessu normi þrátt fyrir að við höfum til þess fjölmörg dæmi. Samfélagsbanki, greiðslumiðlun og fleira, þetta er bara ekki þannig að rata hreyfingarna, það er bara þessi gamla pólitík
sem að stefnir allt í þessa salega átt að hafa þetta miðstýrt, draga úr vægi félagana til þess að geta farið í verkföll, auka völd ríkissáttasemjara og búa til eitthvað háborð sem þar sem að forsetu Alþýðusambandsins og einhverju fleiri taka allar runni ákvarðanir hvað sé til skiptana fyrir vinnandi fólk. Og þetta höfum verið að berjast gegn og þetta við hötuð fyrir. Hörður, þetta alveg, sko, verkefnishreyfingin hefur ótrúlega mikilvægur hlutverki gegn einstöku samfélagi. Ef það horft til sögunar þá eiginlega flest það sem við getum bent á sem að einhvers virði í samfélaginu, svona einu formlega samfélagi á milli okkar, hefur ekki byggt upp á kröfum verkefnishreyfingina. Það eru mörg mál sem eru aðkallandi til endurskoðunar, eins og staða lífeyrissjóðanna sem að þarf raunverulega að hafa komið til endurskoðunar, húsnæðismál, skattamál. Ég var fyrir viku að tala við verkalýðsforingja út á landi og þá eru bara eiginlega kemur í ljós að raunverulega það verkalýðshreyfingin bara að setja fram einhverja stefnu í heilbrigðismálum fyrir landsbyggðina til þess að knýja á í gegn, því að það er alveg sama hversu mikið bent á vandann, það bara kemur ekkert út úr þessu. Þannig að það er óendanlega mikilvægt að við höfum samhefna og einbeita kröftuga verkalýðshreyfingu sem getur endurmetið stefnu og svona stöðuna og þarfir sinna félagsmanna og barist í heilsugar fyrir því. Þið eru eiginlega að lýsa verkalýðshreyfingu sem er algjörlega ófæra mynda. Ófæra mynda. Það sem hún þarf að gera, en bara sorry Stína, það er bara þetta snýst um eitthvað allt annað. Já, ég er að sumuleyti sammála, sumuleyti ekki, sko. Það er mjög mikið af verkefni sem það þarf að fara í og við þurfum að innhenda okkur í það, eins og bara með heilsugæsluna sem er í rúst meðal annars á Suðurnesjum. En í öllum byltingum kemur bakslag og þetta snýst mikið um stefnu. Sko, þessi félög sem fóru fyrir samningunum síðast hafa róttækari stefnu heldur en gömlu félögin sem og margir formið búin að vera þarna mjög lengi í gömlu kerfi og vilja engu breyta og eru bara vinna á móti þessu með kjaft og klóm, en eru í minnihluta ef að bæði VR og Efling eru á róttækarliðinni. Þannig að ég sé fyrir mér að þessi samtök stóru munu bara breytast og við bara held ég mörg sem að vorum í þessum róttækahópi heldum að menn myndi bara sætta sig við nýja forystu og nýjar áherslur og það yrði farið í umbætur, en það bara hefur ekki tekist að koma því í gegn og menn hafa verið í einhverju gömlu kerfi að í bakherbergjum, ekki kannski reykfylltum, en í bakherbergjum að reyna að vinna á móti okkur í einhverjum leinufundum hingað og þangað og þannig að ég held að lausnin sé bara lýðræðisvæðing í hreyfingunni og menn fari í umbætur og það er alveg hægt ef að bæði félögin VR og Efling eru með og við önnur félög sem að styðjum þetta, þá erum við alveg með meirihluta í allri hreyfingunni og við eigum bara að nota það, segi ég, og beita okkur að fullu afli eins og í málum eins og Ragnar var að nefna með lífeyrissjóðina og við hefum bara fullt af málum gagnvart ríkisvaldinu eigum við að vera miklu harðari. Verkefnin eru óþrjótandi og ofurlaun eins og Icelandair og svo framvegis sko. Þannig að ég trúi því að við munum geta breytt ASI og SGS og beitt okkur og það er lykilatriði með lýðræðisvæðingu. Og svona, þetta þarf að vera gagnsæi í öllum störfum þessari hreyfinga. Þetta er staðna fyrirbæri eins og þetta er búið að vera í þessu fulltrúa lýðræði og baktalda makki gegnum árin. Við þurfum að breyta þessu og það er hægt og ég trúi því. Við höfum bara að fara í þetta núna. En Hörður, ég verð að segja leið og Sola er búin að vinna Eflingu, þá held ég við höfum bara að vaða í þetta. En ég frétti vikuna hafa dregið fram að andstæðingurinn hann er bara full spýti sko, meðan að þið eru í þessum deilum í bakherbergjum. Gylfi Zoëga benti til dæmis á hvernig bankakerfið er að bara reyta fé af fólki út á suður sko, í fákeppni og einangun. Það er Icelandair vill stórhækka laun stjórnenda og gefa þeim færi á að kaupa 2 milljarða af hlutabrjöfum.
bankakerfið er þannig að það dregur til sín í hreinan hagnaðan 81 milljarð á einu ári sem er upphæð sem ég get bara sagt ykkur að enginn ykkar skilur sko. Þetta er svo há upphæð að hún er bara stjarnfræðileg og stjórnmálafólki sem er nýbúið að gefa frá sér sko, bankaskattinn að það er byrjað að höfða til svona betri svona samvisku bankafólksins að það skili að hætti nú að níðast kannski svona rosalega mikið á henni fátæku og eignalausu. Þú veist, hinum megin er andstæðingurinn, hann er bara í ræktinni og er bara alltaf að vera sterkari og sterkari og sterkari á meðan að þið eru að veslast upp af innri átökum. Já, ég er bara 100% sammálaður. Við þurfum að taka á þessu og berjast á fullri hörku á móti þessu. Þetta er ekki hægt. Varðandi bankakerfið, þá er ég nú alveg búin að missa álit á stjórnmálamönnum að ég geti tekið á því eins og mörgu öðru. En Ragnar Þór hefur verið með hugmyndir samfélagsbanka og ég held að við þurfum bara að fara í það. Bjarg hefur tekist mjög vel og við þurfum að koma að blæja á. Við eigum alveg fullt af leiðum, svo við þurfum bara að fara að koma þeim í gagnið. Viljámur, það er margt sem það þarf að gera. Og þú ætlar nýtt bankakerfi, nýtt húsnæðiskerfi, nýtt heilbrigðiskerfi, nýtt greiðslumiðlunarkerfi, nýtt bankakerfi. Hverjir Gunnar Smári innan Íslenskrar verkalýðshreyfingar hafa verið að benda á þessar hluti sem þú varst að fara yfir hér? Hverjir hafa verið að benda á ofurhagnað fjármálakerfisins? Hverjir hafa verið að benda á ýmislegt sem betum að fara í lífeyrissjóðskerfinu? Hverjir hafa verið að skrifa ofurlaun stjórnenda stórfyrirtækja? Það eru, ég og Ragnar höfum verið fremstir í flokki í þessu. Öll þessi atriði sem þú talar áðan, ég held ég að við skrifað greinar öll þessi atriði sem þú varst að tala Og þú nefndir réttilega að almenningur getur vart sett þessar upphæðir í samhengi við nokkurn skapaðan hlut, 81 milljarður. Bara til að setja þetta í einfalt samhengi, þá er allur loðnuskipaflotinn okkar núna að veiðum. Það er stærsta vertíð sem að hefur verið háð á Íslandsmiðum, hvað loðnuveiðar varðar, hún stendur núna yfir. Þetta eru kringu 700 til 800.000 tonn sem er verið að veiða. Það er áætlað að útflutningstekjur af þessari stærstu loðnuvertíð í langt áratugaskeið séu 60 milljarðar. En hér erum við með fjármálakerfi sem hefur það verkefni eitt að lána fjármuni og geyma fjármuni fyrir fjármagnseigendur sem skilar 81 milljarði sem er 20 milljörðum meira heldur en útflutningstekjur af þessari mikilvægu auðlind okkar er. Ég verð að skjóta inn við Vilhjálmur vegna þess að þú annars verð að bera saman heildartekjurnar af loðnunni og svo hreinan hagnað frá bankanum. Þannig að Nákvæmlega og við skulum líka átta okkur einu að það er talað að bankakerfi muni greiða út í arðgreiðslur sem nema 50 milljörðum. 50 milljörðum. Setjum þetta í smá samhengi. Hvað kostar að ganga frá kjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði? Vitið það? Það er akkurat þessi upphæð. Það kostar 50 til 60 milljarða að ganga frá kjarasamningum á hinum almenna vinnumarkaði. En það tala allir það að ef að verkalýðshreyfingin hefur ekki vit á því að fara fram með nánast ekki neitt, þá muni hér verða óðaverðbólga, við munum að ógna stöðuleikanum, en á sama tíma er fjármálakerfið að greiða út í arðgreiðslur sem nemur nánast þessari sömu upphæð og það kostar að ganga frá kjarasamningum. Og veltið öðru fyrir ykkur. Þetta eru 50 til 60 milljarðar sem kostar að ganga frá kjarasamningum. Og seðlabankastjóri sagði að þetta ræðst algjörlega að því hvernig vinnumarkaðurinn mun haga sér í haust. En á sama tíma koma fram fréttir það að það er áætlað að arðgreiðslur til fyrirtækja nemi 200 milljörðum til eigenda þessara fyrirtækja. Það er ekkert mál að taka 200 milljarða út úr þessum fyrirtækjum, setja það til eigendur, það hefur engin áhrif, en að launafólk sem skapar þennan sama arð fái einhverja hlutdeild í honum, nei það á að setja allt á hliðina hérna. Þetta er bara einhver hagfræði og hugmyndafræði sem ég bara skil ekki. Og þetta er það sem maður hefur verið að benda á. Ragnar kom inn á lífeyrissjóðskerfið. Lífeyriskerfið er meinsemd í okkar samfélagi. Ekki það að
það sé hábölvað á alla kanta. En ef við skoðum bara hvernig lífeyriskerfið sett upp, þá eru 4.400 milljarðar inn í íslensku hagkerfi. Þessir 4.400 milljarðar, þeir öskra á ávöxtun og arðsemi. Og til að skila arðseminni til lífeyrissjóðanna, þá það neytendur og sjóðsfélagarnir sjálfir sem þurfa að standa undir henni. Veltið því fyrir ykkur að lífeyrissjóðskerfið okkar eigi 70% í högum sem á bónus. Þeir eiga líka 70% í festi sem á krónuna. Þessi sömu fyrirtæki eiga síðan 70% í N1, í Ólís. Þannig að lífeyrissjóðirnir sem að sitja þarna í þessu valdi að eiga þetta stórt hlutfall, þeim slétt sama þó að sé verið að níðast á neytendum með því að hækka hér vöruverð og annað slíkt, því að þeir vilja bara fá arðsemi. Þeir vilja fá arðsemi af sinni fjárfestingu, en síðan það minni hlutin sem á í þessu fyrirtæki sem síðan stjórnar þeim algjörlega. Hörður lagði til dæmis fram athyglisverða tillögu á aðalfundi festu lífeyrissjóðs. Hún laut að því að sjóðurinn okkar myndi ekki fjárfesta þar sem að væri greitt ofurlaun. Og mér minnir að það hafi verið 2,5 eða 3 milljónir mánaðarlaun viðkomandi forstjóra. Kolfellt. Og meira sé að fellt af fulltrúum í verkalýðshreyfingunni. Því að það voru aðilar þar sem að greiddu atkvæði gegn þessu. Því að þá væri verið að setja stjórnir lífeyrissjóðanna í einhverja slæma stöðu með það að geta fjárfest í félögum. Við getum beitt okkur miklu betur. Hugsið ykkur að forstjóri Icelandair kemur í þætti dagmálum hjá MBL í maí fyrra, talar að launahækkanir á íslensku vinnumarkaði séu algjörlega úr öllu samhengi, öllu samanburði við öll önnur lönd. Á sama tíma hann að láta þessu orð falla, þá launin hans að tvöfaldast. Þau eru að tvöfaldast á sama tíma og þetta sama fyrirtæki með 80 milljarða tap á síðustu 4 árum og að fá ríkistyrki. 80 milljarða tap og ríkistyrki, og svo kemur núna í ljós að það svo mikilvægt að lykilstjórnendur þessara fyrirtækja, þeir geti fengið 25% af launabónus ofan á, og takið eftir, meðallaun lykilstjórnenda eru 2,9 milljónir. Þetta sama fólkið og að tala það að við þurfum að sýna skynsemi, vera hófstillt. Hræsnin, hún svo ótrúlega í þessu fólki að það skuli ekki þó hafa bara vit á einu. Eins og ég sagði í grein sem ég skrifaði, að steinhalda kjafti. Steinhalda kjafti yfir því sem að lítur að íslensku vinnumarkaði á sama tíma og þetta fólk rakar til sín því líkum launagreiðslum að annað eins hefur vart sést á íslensku vinnumarkaði langt árabil. Jæja, Fjölnir, eftir síðasta hring þá kom ég til þín með svona hálfa ónýta verkefnishreyfingu. Nú fór ég annar hring og nú kem ég bara með hálfa ónýtt samfélag. Þetta ekki fögur mynd sem dregin upp á íslensku samfélagi. Eins og kom fram í spjall okkar áðan, þá að því ég tók nú þátt í að rannsaka þetta síðasta hrun, að þá einmitt sagði ég að þetta alveg ótrúlegt að heyra sömu mönturinn aftur. Og eins og Vilhjálmur segir með Icelandair sem þarf að losna við flugfrýðir yfir 50 af því að þær eru svo dýrar. Og ég vil benda ykkur á það að því N1 hefur nú verið í fréttum og ég myndist á það áðan. Að þar voru Bjarni Ármannsson og félagar að selja eitthvað félag þar inn fyrir 800 milljónir og 600 milljónir voru viðskiptavild. Þannig það ennþá, það byrjaði að tala peninga sem ég held ég sé ekki til, eitthvað svona loftpeninga. Ég alveg sammála því að það bara alveg ótrúlegt að þetta félag Icelandair leyfi sér að tala svona. Og ég man alveg eftir, og þeim munnaði líka rétt fyrir síðasta hrun, þegar bankarnir sögðu, já þá förum við bara á landi, förum okkar frábæru stjórnendur á landi, að ég held að sé enginn að bíða eftir því að ráða til sín starfa menn hjá flugfélagi sem búin að vera með flugfélagi og haustum í mörg ár.
ég held að enginn bíða eftir þessum viðskiptasnillingum, ekki frekar en eitthvað var að bíða eftir snillingunum í bankakerfum til að vinna í útlandum. En þeir fá sínu fram, Fjölnir, það er bara... Já, þeir virðast fá sínu fram, sem alveg bara furðulegt, og að við séum að stefna í eitthvað svona, ég óttast þetta sé svona annað loftbóluhagkerfi, sko, sem við erum að fara að stefna í. Og það var bara við erum búin að nefna hér Sólveig Önnu, að hún orðar þetta stundum einhvern veginn að sko valdastéttin og auðstéttir sé bara blind af frekju og yfirgangi. Það er alveg furðulegt hvernig fólk þarf alltaf meira. Hver þarf hærri laun með 2,9 milljónir á mánuði? Og í hvað þarf hann að nota þá peninga? Ég bara reynlega skil það ekki, sko. Og þetta því hann minnast af áðan, sko, að stjórnmálamenn sé að fara að höfða til bankamanna að þeir einhvern veginn skil eitthvað af þessum peningu til almennings. Það vita náttúrulega allir að það mun aldrei gerast. Það er auðvitað þarf bara að skattleggja þetta. Ég er náttúrulega svona, kannski fylgjandi skattkerfinu. Ég skal ekki að skrifa einu sinni grein að fólk ætti að borga skatta, og ég skildi ekki fólk sem borga ekki skatta. Það var svo maður reyndi að fá sér sýknaðan fyrir héraðsdómi, að því ég sem lögreglumaður var með þá skoðun að menn ætti að borga skatt og hann var að svíkja það skatti. Þú voru útskýrða betur. Ég skrifaði grein, bara að því ég var í VFG, og þá var ég að hneykslast á að fólk myndi ekki borga skatta, og bara segja, þú veist, fólk á þetta greiða skatta til samfélagsins. Þetta er okkar sameiginlegu sjóður og bara ganga út úr þessu, og skrifaði til dæmis, ég skildi ekki að stjórnmálamenn og aðrir þyrftu að eiga bankareikning í útlöndum og tortóluð annars staðar, og ég bara skildi ekki að þannig fólk sko væri í stjórnmálum í Íslandi. Svo vildi nú til að það var maður ákærður af héraðssaksóknara sem heitir Júlíus Vífill, sem átti mitt bankareikning erlendis, og hann fór fyrir héraðsdóm og sagði að ég væri sem sagt ekki hæfur til að rannsaka skattalagabrot, að því ég hefði þá skoðun að fólk ætti að borga skatta, og hann reyndi að fá sér sýkna á þessum forsendum. En við sögðum á móti, getur lögreglumaður þá ekki rannsaka morða því hann er á móti morðum, sko. En þið sjáu bara hvað er reynt í þessu, sko. Að með þess að sko fyrir héraðsdóm er svo ósvífni, sko, að nota það að maður ekki borga skatta, af því að lögreglumaðurinn hann er ekki hvað getum við sagt, hlutlaus. Ragnar Þór, við erum hérna að tala samfélagi fréttindi vikunar í vinnuskunum, og það er eðlilegt að svona verkalýðsmál séu ofarlega á því, og bara eflingar kosningarnar eru mikilvægar eins og við komum fram í þessu þætti. Gætir þú ekki starfa með Ólöfu Helgu eða Guðmundi ef þau næðu kjöri sem formenn Eflingar? Ég held að það snúist kannski ekki frekar um það hvernig sko litróf hreyfingarinnar verður eftir kosningar. Það er alveg ljóst að og ég held að það blasi alveg við að Ólöf hefur lýst yfir stuðningi við forystu Alþýðusambandsins, sem ég náttúrulega er hluti af, en við vitum öll hvað verið er að ræða, og það er alveg ljóst að Alþýðusambandið hefur verið að skipta sér á þessum kosningum á baku tjöldin. Ég held að það dylst engum sem að starfar á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar. Það er náttúrulega bara eftir að koma í ljós. Ragnar, ertu að tala um skrifstofu ASÍ, þess að drífu, eða ertu að tala um formenn inn í starfsgreinasambandinu og í félögunum? Ég held að sko, það er allavega mín skoðun að maður sér ákveðna áferð á hlutunum og náttúrulega bara býr af ákveðinni reynslunnar hreyfingarinnar. Það er alveg ljóst að starfsmaður Bárunnar, hann kemur mjög harkalega inn í miðja baráttuna og skrifa niðurgrein Sólveigu og tala niður lífskjarasamningin okkar sem við gerðum, og það hefur forseti gert líka. Við vitum alveg hvernig viðhorfið og hvernig stemningin er innan Alþýðusambandsins, og að þetta snýst miklu meira heldur en bara Eflingu. Það er vitað mál að Halldóra Sveinsdóttir hjá Bárunni er búin að tilkynna framboð til Starfsgreinasambandsins
Við vitum að hún hefur ekki stuðning Sólveigar sem að fer með 44% atkvæðavægi þar inni. Það segir mér enginn að þetta sé bara einhver kosning eflingu sem stéttarfélag. En það sem ég hef verið að benda einfaldlega á að VR er stórt félag, við erum 36.000 félagsmenn, helmingi fjölmennari heldur en BSRB og við höfum staðið á eigin fótum í gegnum kjarasamninga, við förum með okkar samningsumboð og það kemur bara í ljós síðan meir með hverju við störfum og förum inn í kjaraviðræðurnar, hvort að það verði bandalagi eða bara ein og sér. Það er eiginlega ekki þetta fullyrða eða gefa út það á þessum tímapunkti. En það verður bara komið í ljós bara hvernig þessar kosningar fara og hvort að það sé vilji til dæmis innan VR að reyna að gera einhverja breytingar sem ég persónulega held að muni litlu skila með við heiftina sem er innan Alþýðusambandsins hjá ákveðnu fólki. Að ég veit bara ekki hvort að maður hafi áhuga á að starfa innan þess vettvangs, hvort sem að verði breytingar á fórustunni eða ekki. Ég held að kúltúrinn breytist ekki. En það sem mestu máli skiptir sjálfsögðu að við höldum okkar striki og allt sem búið að ræða hér eins og varðandi ofurhagnað bankana og launagreiðslur og ýmislegt annað. Við vitum að það stefnir í 200 milljarða arðgreiðslur og uppkaup eigin bréfa hjá fyrirtækjunum núna í ár. Þetta er allt í rauninni hlutir sem að við setjum í rauninni bara í okkar vopnabúr í aðdraganda kjarasamninga og það verður fróðlegt að sjá að stjórnvöld sem að hafa nánast dælt milljarðahundruðum út í atvinnulífið í alls konar styrki og það hefur lítið fallið til fólksins annað en það að það getur tekið út séreignarsparnaði sinn, lítið farið á fjárhagslegum stuðning til heimilanna, að við skulum spyrja leikslokum þegar við förum og setjum saman okkar kröfugerð hvernig sérhagsmannaöflunum og stjórnvöldum og meðal annars seðlabankastjóra mun ganga að selja okkar félagsmönnum og almenningi þá hugmynd að við þurfum að sýna einhverja sérstaka hófsemi þegar við göngum fram. Það verður, held ég, stóra viðfangsefnið og ég held að félagi Vilhjálmur, við höfum verið að skoða mikið þessar vaxtahækkanir, að það kom svolítið í ljós þegar að seðlabankastjóri var að reyna að rökstyðja þessar hækkanir, hversu rökþrota peningastefnunefndin og hversu veik rökin voru. Það voru meira að notu þau rök að launahækkanir og aukinn kaupmáttur heimila hafi verið helsta orsök hækkunar á húsnæðismarkaði. Þetta er svo ótrúlegt að vera að vitna að þessu og ekki einu orði minnst af framboðsliðinu og rauninni þessum mikla skorti á húsnæði og uppbyggingu húsnæðis. Alþýðusambandið vildi fara fram með þá kröfu að það yrði bara farið í aðgerðir til þess að bæta til þess að auka við húsnæðisbætur, auka við vaxtabótakerfið og barnabótakerfið. Þetta allt kerfi bótakerfi sem eru tekjutengt og sem að gera það verkum að þeir sem höllustu fæti standa munu verða þá refsa tvöfalt fáið þeir hærri laun. Við vildum fara aðra leið, við vildum setja þak á húsaleigu, þak á vexti og verðtryggingu. Við vildum fara og viljum fara í bara þjóðarátaki í húsnæðismálum til þess að auka framboðsliðina sem hinn raunverulegi vandi og fara aðra leiðir heldur en Seðlabankinn fór í staðinn fyrir að hækka vexti og bara ef við nefnum sem dæmi fyrirtækin á Íslandi skulda 5.000 milljarða. 1% aukinn vaxtakostnaður á fyrirtækin um 50 milljarðar sem að þau þurfa þá að standa undir auknum kostnaði, annarkvort þó út í verðlag eða standa undir með öðrum hætti sem er það sama og Vilhjálmur bendir á að kjarasamningar kosti atvinnulífið. En áður ég sný mér að félögum í verkalýðshreyfingunni, það var fjöldiðin áttur í verkalýðshreyfingunni, það var ég eiginlega að fara með þessa ræðu til VG-mannsins. Þetta eftir COVID, þá stöndum við frammi fyrir því að auðstéttin er að fara að borga sér 200 milljarða í arð. Það súperlaunin hækka og frekjan vex og þetta er allt á vakt VG sem þetta gerist. Á meðan að almenningur til dæmis, það er eiginlega engar raunhæfar röstur í húsnæðismálum þannig að samtök leigjenda voru til dæmis að birta leigureiknivél á svona viðmunarverði sem átt að sýna það hvernig leiguverð geti verið hér eða hér verið svona normalmarkaður. Það er mikil þjáning hjá þeim sem að standa verst á meðan að auðstéttin bara efnast og þetta er ekki það sem að VG var stofnað til að hrinda í framkvæmd. Það er ekki þannig.
Nei, svo sannarlega ekki. Og þú veist, eins og ég sagði ég get ekki fara að verja VG fyrir þetta. Ég til dæmis skil ekki á hverju þessi bankaskattur voru tekin af. Ég bara átta mikið á því. En sko við náttúrulega með þetta frambúð húsnæði, þú veist, þetta náttúrulega flókið kerfi því þar erum við náttúrulega með sveitafélögin líka sem kannski sá aðili sem að standa mest undir byggingu íbúðarhúsnæðis og hefur bara ekki verið nú mikið frambúð. En ég hef engin svör við þessu, þetta er ömurlegt og þetta er ekki það sem við félagshyggju fólk stöndum fyrir og þetta er bara þróun sem við þurfum einhvern veginn að stoppa og snúa við, það er bara þannig. Nú var það er vaxandi umræðu húsnæðismál og það leiddi til þess að núna bara í gær þá skrifaði Katrín Jakobsdóttir einhvers staðar, kannski bara á Twitter eða Facebook, að hún ætlaði að kalla saman samstarfshóp húsnæðismál og vinna svona einhverja nýja húsnæðisáætlun út úr þjóðhagsráði. Já, hún sagði líka, þú veist, að hún hefði sett eitthvað fullt af markmiðum húsnæðismálum síðustu ríkisstjórn og hún er búin að tikka öll boxin, þannig að ég veit ekki. Það passar ekki Fjölnir, sko. Nei. Húsnæðiskreppan er bara djöfulega erfið og hún var. Ég satt í þessum starfshópum húsnæðismál og það er sko svo sannarlega ekki búið að tikka í öll boxin. Ég held að þessi er inni bara teljandi á fingurum eins putta hvaða box er búið að tikka á þeim tillögum sem við unnum allavega. Það sviku til dæmis leigjendur algjörlega. Já, en ég veist að ég verð að viðurkenna, ég átta mig ekki á þessu á hverju uppbygging íbúðarhúsnæðis hefur verið svona hæg, af því að eins og Vilhjálmur var að tala um áðan, sko, vorum við tiltölulega lága vexti hérna lengi og það hefði átt að dælast út fjármagni í alls konar framkvæmdir, þannig að ég skil ekki alveg hvað það er sem að hefur verið að stoppa þetta og ég kaupi það ekkert að sé eitthvað og flóknar reglur, sko, byggingar. Ég held að það sé nú ekki það, en sennilega er þetta bara þessi arðsemiskrafa eins og ég held að sé að stoppa mjög margt eins og þetta blæ. Það er bara að lífeyrissjóðarnir geta fengið bara 10-12% ávöxtun hjá Arion banka en ekki svona mikla ávöxtun í að leggja pening í svona byggingaverkefni. Ég held að það sé nú kannski skýringin, sko. Það er þessi mikla krafa arðsemi sem þarf einhvern veginn að stoppa. En svo er annað, sko, þú veist, ég segi stundum láti lífeyrissjóðar minn í friði, hann þarf að ávaxta peningin og hann þarf að borga mér eftirlaun, sko. Þannig að ég get alveg skilið líka að lífeyrissjóðarnir verði sko ávaxta fé sitt. Það er nú verið bent á það og þetta er svona margir sem verið bent á það aftur að fyrir lífeyrissjóð er fjárfesting í íbúðarhúsnæði líklega allsnjallasta sem hægt er að finna. Því það er hæg og örugg langtíma fjárfesting akkurat sniðin að þörfum lífeyrissjóða, kannski ekki með allt féð sitt, en allavega svona 10 og 15% af fénu sem að myndi duga til þess að við getum strokað út húsnæðiskreppu á Íslandi ef að lífeyrissjóðin myndi gera það. En svo þetta myndi að því að sögum aðeins, sko, lífeyrissjóðin eiga svo mikið á Íslandi, en við erum bara ennþá að vinna okkur út úr, sko, hruninu. Lífeyrissjóðin eiga þetta allt saman að því að við erum ekki ennþá, sko, búin að vinna okkur út úr hruninu, þeir bara tók allt í fangið. Það fyrir að lítið eftir að þættinum. Ég átti eiginlega eftir að spyrja Hörða eina því ég var búinn að spyrja Ragnar og Vilhjálm. Er möguleiki á því að verkefnisfélagið í Grindavík geti gengið út úr Alþýðusambandinu eða er það óhugsandi? Við höfum nú bara ekki tekið umræðan það, en það er ekkert óhugsandi og við erum mjög samtaka í að það þurfa að breyta ASÍ og SGS og við þurfum lýðræðisvæðingu og eins í lífeyrissjóðakerfinu, það þurfi verulega breytingar þar og umbætur á öllum þessum sviðum. En ég held að ef að þessi róttæku félög taka sig ekki saman það að breyta þessum samtökum, að þá muni þessi samtök splundrast. Ég er bara sannfærður það og þá er það bara sjálfgert að við förum út úr þessu öllu. Jæja, Vilhjálmur, ég ætla að enda hjá þér með svona þessa
þessa mynd. Það er alltaf gaman að hlusta á því tala álit þitt á stjórnmálamönnum. Þú hefur svo lítið álit á þeim og þau eru bara fallast hendur og yfir ræstinni og ruglinu sem kemur út úr stjórnmálastéttinni. Verkalýðshreyfingin er það afl sem að þú hefur haft trú á að gæti náð fram breytingum, en það gæti verið þannig sagðirðu ekki á þriðjudaginn klukkan 8 að þá myndur þú missa trú á verkalýðshreyfingum líka. Ég get alveg sagt þetta, þegar ég tók við formennsku Verkalýðsfélags Akranesi 2004, að hafi ég haft einhvern vafa tilgang stéttarfélagana, þá fór svo vafi bara út gluggann nánast daginn eftir ég tók við. Því að mikilvægi stéttarfélaga á Íslandi er gríðarlegur. Því að leikurinn gagnvart atvinnurekendum og launamanni er svo ójafn að það er ekki hægt að segja frá því. Verkalýðsfélag Akranesi nánast búið að stefna hverju einasta fyrirtæki hér á Akranesi fyrir dómstóla til að verja réttindi. Við erum búin að innheimta frá 2004 1,1 milljarð vegna vangoldinna launa. Og er ég þá ekki að taka margfeldisáhrifin sem sum málin hafa síðan haft. Þannig að þetta er miklu stærri upphæð. Ég er alveg sannfærður það að ekkert af þessum málum hefði skilað sér í vasa minna félagsmanna nema með aðkomu stéttarfélagsins. Þannig að tilgangur og mikilvægi stéttarfélagi er gríðarlegt. Þú nefndir að hafa ekki tiltrú á stjórnmálamönnum. Tökum bara einfalt dæmi í því. Nú koma menn og að tala húsnæðisliðin inn í vísitölunni. Eins og það sé bara eitthvað algjörlega nýtt út af þessum lóða- og framboðsskorti. En ef verðbólgan á Íslandi skoður síðustu 10 ár aftur í tímann, þá er 50% af verðbólgan á Íslandi knúin áfram vegna húsnæðisliðar inn í vísitölunni. Og ég er alveg viss það að ef það væri hægt að benda á verkalýðshreyfinguna og segja gögn Hagstofunnar sýna það að verkalýðshreyfingin ber ábyrgð á 50% af verðbólgunni á Íslandi að meðaltali síðustu 10 ár, þá er ég hræddur að Fjölnir og hans félagar væri búin að ná í okkur í verkalýðshreyfingunni og fara með okkur upp á Hólmsheiði. Þetta er bara staðreynd. En þegar það kemur að því að semja kaup og kjör, þá er alltaf látið í veðri vaka gagnvart almenningi að það sé verkalýðshreyfingin sem beri ábyrgð á þessu. Það er ekki svo. Það er 50% af allri verðbólgu á Íslandi knúin áfram vegna þess að við erum ekki að anna þeirri eftirspurn sem að þarf til að skaffa hér húsnæði til að viðhalda hér ekki þessari rosalega hækkun á húsnæðisverði. Þetta er bara staðreynd og ég vonar svo innilega að verkalýðshreyfingin ná að lifa þetta af, ná að vaxa og dafna, félagsmönnum til heilla, en við förum ekki þessa leið sem hefur gerst á Norðurlöndunum sem að takið eftir margir vilja fara í formi Salex. Hvað er að gerast á Norðurlöndunum? Það er stéttarfélagsaðild í frjálsu falli. Hún er í mörgum af þessu löndum komin niður í 50-60% vegna þess að fólk telur sig ekki hafa neitt haga því að vera í stéttarfélagi vegna þess að þetta er orðið svo miðstýrt. Það er bara einhverjir örfáir aðilar sem ákveða hverja launabreytingarnar eiga að vera. Þannig er hluti af íslenskri verkalýðshreyfingu og ég tala nú ekki atvinnurekendum og stjórnvöldum sem vilja koma þessu inn í þennan farveg eins og stóð til og þetta átti að verða gert með þessu svokallaða þjóðhagsráði. Þar áttu ákvarðanir að verða teknar hverjar launabreytingar handa öllum á íslensku vinnumarkaði væru. Þannig að tilgangur stéttarfélaganna fyrir að berjast fyrir bættum kjörum handa sínum félagsmönnum, það átti að vera tekið í þessu þjóðhagsráði. Sem betur fer, þá tókst okkur að brjóta það á bak aftur, en ég óttast að ef við höldum ekki vök okkar, þá munum við missa þetta út úr höndunum á okkur. Þetta eru fín lokaorð í þessu umræðum okkar hérna snemma morguns. Fjölnir kom hérna snemma og sagði okkur frá sjálfum sér og starfi lögreglumanna og stéttabaráttu þeirra og svo blönduðust í hópinn Vilhjálmur, Ragnar Þór og Hörður og við ræddum hér fréttir vikunar að mörgu leyti bara grundvallarátökin í verkalýðshreyfingunni sem að maður er eiginlega svolítið hissa á að það sé ekki meira fjallað í öðrum fjölmiðlum. Næst á dagskrá á Samstöðinni er núna klukkan 2, þá er masterclass í aktivisma sem byrjaði í janúar þegar Hörður Torfason og
og sem Erla Serdar hafa verið með erindi, en núna komið að öfgum sem hafa haft mikil áhrif á íslenskt samfélag undanförnum árum. Þær mæta þar 5 saman held ég, ungar konur, og segja frá sinni baráttu og hvernig þær heyja hana. Á morgun menningarsmygl hér á dagskrá klukkan 5 og svo byrja þéttari dagskrá á mánudaginn. Rauðaborðu verður til dæmis klukkan 8 og þá ef ég veit rétt að þá verður fjallað þar heilbrigðismál. Svona samstöðin að byggjast upp. Hér umræða sem að mörgu leyti öðruvísi og stundum betri heldur en boðið upp á í öðrum miðlum, og ef að þið viljið styðja það, þá getið þið gengið í Alþýðufélagið sem fjárhagslegu bakkjarl samstöðurinnar. Það gert með því að fara á samstöðun.is. En ég þakka kærlega gestum mínum og hlustendum fyrir og segi takk fyrir mig í dag. Takk.